laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í viðkomandi sem okkur hollt. Og hingað kominn Rúnar Guðbrandsson, leikari. Já, sviðslistamaður. Sviðslistamaður. Hver er það ekki yngri kynslóði sem kallar sig sviðslistamann? Jú, mér fannst það alveg gott þegar þetta orð fór að skjóta upp kollinu, sko, því að ég átti alltaf svolítið erfitt með identitera, skilgreina sjálf á mig, sko, já. Því ég lærði náttúrulega upphaflega til leikara og starfaði svona eins og leikari til að byrja með út í Danmörku. En fljótlega fór ég að snúa mér að leikstjórn og kennslu og það hefur svona verið meira mitt starf, sko. Ef ég myndi hitta eitthvað staðar út á götu og verður að segja ég er að fara að tala við hann, hérna, Rúnar Guðbrandsson, leikara. Það er bara hannig. Já, já. Það segir enginn hérna, meinar Rúnar Guðbrandsson sviðslistamaður? Nei, en svona ábyrgði til því að mann svo þegar ég var að einhvern tímann að við komum að setja eitthvað titil í símaskrána, sko. Þetta var alltaf skref þegar ég tók þess að leikstjóri, því að þá hafði það verið mitt aðstarf í nokkur ár, sko. Ég fannst ég vera að freka leikstjóri heldur en leikari, svo leik ég stundum, svo er ég farin að semja verk og svona fæst við eiginlega og kenna og þjálfa. Þetta er svona innan sviðslista geirans mörg störf, maður margra hatta, sko. Ég er kannski bara að segja leikari að því ég er bara mann eftir þér yngri. Já. Jú. Svona 8. áratugum kannski fyrst. Já. Jú, þá var ég að leika svolítið. Þá varstu leikari. Jú. En akkur, sá sem er leikari, akkur hættir hann að leika og vera leikstýra? Sko, ég veit nú ekki alveg hvað skal segja, sko. Ég fór svolítið skringilega leið inn í þennan leiklistarheim. Ég fór erlendis strax að loknum stúdentsprófi og lendi svona inn í hræringum þeirra tíma sem var svona mjög framsækið tilrauna leikhús á þeim árum. Fólk var lítið að fást við það hér upp frá, þannig að ég var þarna undir verndarvæng Ódin leikhúsins, Junior Barbot í Holstebro, það ambassleikurinn til Pólland, Jerzy Grotowski. Þetta voru svona, það var svokallaða fátæka leikhús, eða þriðja leikhús er þetta stundum kallað. Þetta svona var Ertu ekki ennþá þar? Mikið í gangi, jú, þessi lengi býra fyrstu gerð, sko. Þannig að ég fór svona á kafi þá, það var svolítið sérstakt, þetta var mikið líkans og raddþjálfun ákvæmlega svona teknilegar kröfur miklar gerða til leikarana og ég hafði geysilega gaman, ég svona dróst inn í þetta, öll þessi þjálfun og þeir unnu til dæmis alltaf þessi fyrirmyndum hans með það sem er kallað þetta device leikhús eða svona samskupur, það var allt búið til, þeir voru ekki að sviðsetja bara svona eldri verk, bæði búkheldur, þá afbyggja þau, finna sína leiðir inn í þetta, skapa sitt eigið efni þannig að þetta svona er það sem ég er líf og hræðist í í Kaupmannahöfn. Fór svo inn í leikhópa og vann með ólíkum leikhópum í Kaupmannahöfn. Kraka var svona, samnorrænan leikhóp, það voru nú Íslendingar hérna, Árni Pétur Guðjónsson, Margrét Árnadóttir og svo voru Skandinavar og Svisslendingur, Werner Kuhn, þetta voru svona eiginlega alþjóðlegt, kom í sér að þessu. Og það var hópur sem vann mjög í þessum anda, við vorum svona, þetta var algjörlega okkar fyrirmyndir og vildum vera bara eins og þau og vorum mikið í þjálfun og ákvæmlega metnaðarfull verkefni sem við vorum að ströggla í þarna. Gjörðum meðal sýningu upp úr, sóttu innblástur í Eddukvæðin og sýndum í Húsið teater. En ég var líka í fleiri hópum, sko, ég var líka í Second Story Dance Theater og var svona dansleikhúshópur. Þetta tengdist ég skólinn sem ég var í, hann var mjög framsækinn og tilraunakendur og það voru alls konar kennarar og þetta eiginlega gerðist þannig að við nefndum bara eiginlega unnum okkur inn í leikhópana sem þau voru tengd, sko, og það var eiginlega útskriftin bara. Þannig ég fór inn í þennan Second Story Dance Theater sem var uppálega bara feminist kvennagrúppa, þetta voru bara stelpur, ég var fyrsti kallinn sem kom þannig að dansa með stelpunum. Það var skemmtilegt, þetta eru nú konur sem hafa látið það sem mikið kveða síðan, Ria Lehmann og Sér Görtze, það voru ungar þá, bandaríski gyðingar í Danmörkum og voru bara ekkert mikið eldri en við, sko, þetta var allt ungt fólk. Þannig ég var í þessu dansleikhúsi og svo Þetta var svona hippar og síðhippar. Já, þetta er hippatíminn náttúrulega, þetta er svona síðhippatíminn upp úr 70. Trúin að heimurinn væri bara að breytast í grundvallaratriðum. Já, ég trúði því algjörlega. Ég var þar. Mér langar að nefna hérna þriðja hópinn eiginlega því að það hafði mikil áhrif á mig. Það var Kirstín Delholm sem les nú reyndar í fyrra. Frábær listakona, hún var þá með fyrirbæri sem heit Billeðstoff teater, síðar Hótel Pro Forma
og var svona alþjóðleg stórstjarna eiginlega með Hotel Pro Forma. Hún svona, það var mjög svona visual leikhús, hún kemur úr myndlistinni og þetta voru mikla svona sviðsetningar og ákveðlega sjónrænt leikhús sem hún var að gera og svona site specific var að gera sýningar, ég var með henni í sýningu þessi í Rúnnetorni í Kaupmannahöfn og gerði sýningu upp í Sundhöllinu upp á Österbrú og Glyptótekinu og aldrei í svona hefðbundnum rýmum. En þessi hlutir svona höfðu mikil áhrif á mann, maður ungur og að mótast þarna og inn í þessum heimi. Svo gripu bara örlögin inn í, sko, ég var bara á kafi í þessu og ég var ekkert búinn að ákveða bara eins og aðrir hippar á þessum tíma hvað ég ætla að vera þegar ég var stór, maður bara var í þessu, þetta var óslega gaman og átti hugmanns allan. Þetta er þrúandi að hugsa að maður verði stór, sko. Já, maður bara frestaði því svolítið, sko, ég var þessu, myndir þú segir, maður bara trúði að byltingin væri í gangi. Ég bjó alltaf á þessum tímum, við bjuggum bara í kommúnum og lifðum svona þessum lífstíl, bara notuðum litla peninga, endurnýting og svona, farið á einhverja second hand shoppur kannski ef manni vantaði föt, en aðalega fann maður bara fötin í leikhúsinu og svona einhvern veginn, þetta var svolítið svona utan hagkerfis og svo bara éti grænmeti sem maður fekk svona við lokun á mörkuðunum og kommúnu lifnaður og eitthvað og maður hélt bara einhvern veginn að framtíðin yrði þannig. Ég var aldrei að hugsa mig, sá mig aldrei fyrir mig sem einhvern fjölskyldumann eða þetta var... Ekki hafa fuglar himinsins áhyggjur. Ekki hafa fuglar himinsins áhyggjur. Nei. Og en svo greip sko sagan inn í, þetta var voru bara góðir tímar og upptekinu þessu. Svo var ég farin að fara þannig yfir til Póllands, í þennan hóp, móðurskipi sjálft, Stefán Grotowski og hans leikhópur. Fekk tækifæri á að vera aðeins að vinna með því fólki og það náði mér alveg þó ég vissi raunverulega ekkert hvað ég ætlaði að gera við þetta. Þetta voru, það er erfitt að lýsa þessu, þetta voru svona langar sessjónir, mikið líkamleg raddvinna, einhver sem að koma í eitthvað ástand sem var aðeinslega að vera í og þetta var bara stíð svo gott dóp, sko. Það var bara svona ánægðist að vera að gera þetta og svo hvernig maður ætlaði að þróa það. Þannig að ég eiginlega, það myndi að reyna að fá að vera í Pólland, þetta náttúrulega, þarna sko, þetta bara gamla játjaldið og það var svona, ég bjó í Danmörku, maður þurfti alltaf að fá boð frá þeim, maður gæti verið í mánuð held ég í senn í mestalagi upp og skeytur þetta svona bírókratist vesen og til þess að fá að vera þannig eina leiðin sem ég sá mér færa var að skrá mig í háskóla og sem ég gerði, ég skráði mig í háskólann í Krakow sem bara einhvers konar alibætla geta verið í landinu og það voru að vinna með þeim sem maður vakti fyrir mér, sko. Það var þannig þá að ef maður skráði sig í háskóla í Póllandi þá fyrsta ári var maður hvort við að læra tungumálið og svona eitthvað, ég sé svo bara hvað gerist. Skráði mig í háskólan og kem svo hérna heim sumarið, þá eiginlega loka ég eftir mér öllum dyrum í Kaupmannahöfn. Ég var búinn að búa þar í þó nokkur ár, 5 ár eða eitthvað svona og það ekkert verið á Íslandi og stóð ekki til að vera þar. Þannig ég kom bara heim að græja mál, sækjum ykkur námslán og svona og bara undirbúa mig undir að fara til Póllands. En þá grípur sagan inn í, sko, og þá senda Rússarnir Jaruzelski að koma herlög. Það þarna 80, sko, og ég fekk bara póst, sko, engir erlendir stúdentar í haust og eitthvað. Og þá ég bara svona strandaglópur á Íslandi. Þú veist, ég hafði ekkert og var allir mínir gömlu félagar voru annað hvort í námi erlendis eða fjölskyldu, ég var svona frekar ótengdur og hafði lítið verið hér og ekkert samband við leikhúsið hérna eða neitt. Og þá eiginlega svona, svo var ég alltaf að bíða eftir þessu, hvort eitthvað myndi breytast í Póllandi og þetta fór svona átti bara að vera þetta sumar, svo bara einhvern veginn... Er þetta sumar ennþá? Þetta sumar ennþá svona einhverju leyti, sko. Og þá mér datt ég inn í þetta svolítið, að fara að leikstýra og kenna og þar fann ég svolítið mína fjöl bara, það einhvern veginn hentaði mig betur. Þessi ár sem ég var að leika, ég held sko, ég hafði geysilegan áhuga á öllu sköpunarferlinu, æfingunni, þjálfunni, ég fékk ekkert nefnilega svo mikið út úr því að vera að leika fyrir áhorfendur, sko. Ég var svo mikill perfektionisti, ég aldrei nógu góður, sko. Alveg saman að maður fengi klapp og einhverja fína krítik og svona, ég var alltaf svona reifið niður, sko. Því að einhver svona fullkonunar árátta, sko. En sá kall ekki með þér þegar þú ert að leikstýra? Að finna að? Ég veit ekki, maður hefur nú svona svolítið mildast og þroskast vonandi eitthvað með árunum, sko. En á þessum tíma? Á þessum tíma... Sérstaklega því að þú ert þarna, því að er það svona berskjöldun leikaran sem heitt upp á sviði að hann
sjálfsgagnrýnin er grimmari við hann heldur en leikstjóran sem setur út í sal. Já, mér finnst það kannski að maður hafi verið grimmari til að byrja með og svona verið með líka bara ákveðið öryggisleysi og svona þegar maður, ég held maður hafi nú mýkst með árunum og vinni allt öðruvísi með leikurum í dag heldur en ég gerði fyrir. Það geti ég spurt, varstu góður leikari? Það er ekki hugmynd það. Hvað heldur ég veit ekki, kannski á þessu sviði sem ég var, þetta var náttúrulega ég var aldrei að leika og þess vegna fór ég ekkert að fallast eftir að fara að leika hér heima því að ég hafði aldrei verið að fást við þetta sálfræðilega raunsæi sem er svona meginströms leikstíl hér og víðast bara hvar í heiminum skilurðu og þetta var allt einhver svona voðalega expressionist, þetta var dansleikur, þetta var mjög líkamlegt og ég var alveg tæknilega flinkur held ég og í þeim þá verður hún aðlust ágætis performer sko og En þessi er tími þar sem á að brjóta upp öll kerfi og meðal annars leikhúsið að við þurfum að endurskapa það dugar ekki okkar tíma. Eða ekki, það var hugmyndin. Jú, það var hugmyndin. Það verði bara verra að halda gamla leikhúsinu áfram. Já. Það er bara skaði af því, við verðum að umbreyta því. Jú, en það sem að menn gerðu, þessi angi sem ég fór að elta, þetta Grotowski dæmi, þetta sem er stundum kallað þriðja leikhúsið, þetta náttúrulega Peter Brook kemur að þessu og þetta dreifðist út allan heim og hópar sko að hafði áhrif á hefðbundna leikhúsið? Já, grunnhugmyndin þar var svolítið sko að fara gamla leikhúsið, fara eiginlega bara alveg aftur í kjarnan, bara hvert allt byrjaði og sem sagt að leggja áherslu á sko þetta fátæklegur gengur út af það er bara leikarinn hans orka og stefnumótið við áhorfandann og það þarf í raun og veru ekkert annað en bara einn geranda og einn áhorfanda, þeir geta verið fleiri. En sem sagt, Grotowski gerir þetta þessi hugmyndum fátækalegur, hann strippar hægt og rólega alla hluti burt, leikmynd, búninga, leikarinn er eftir þarna bara á lendarskílunni að performera fyrir fram á fólk. Textar? Textan, hentan honum með einhverjum? Nei, ekki alveg sko, nei, það voru textar, hann vann mikið með Ludwig Flassen var svona dramatúr sem vann með honum og þeir notuðu texta, vissulega notuðu texta og hann vann til dæmis meðan hann var ennþá að gera sýningar, hann átti langan fyrir, svo hætti hann bara að gera leiksýningar, hann vann eiginlega áhorfandann út úr leikhúsinu þetta var bara þátttökuleikhús þar sem þetta voru bara svona terapeutískan katharsis sem kom út úr þessu öllu saman. Sköpunarferlið er atriðið, ekki afurðin. Jú, já, meðan hann er ennþá að gera leikhús þá er það þessi afurð sem hann kallaði stefnumótið encounter gerði ógulega kröfu til sinna leikara og þetta gekk út á algjöra berskjöldun leikarans að bara sína inn í innstu kviku þar lagi eitthvað sannleikur manninn bara allir hans draumar, vonir, væntingar, harmur og þjáning, allt saman væri þarna og til þess notuðu menn hlutverk því hann vann mikið með klassíkina sko, hann vann mikið með pólska klassík og hann gerði sín Hamlet en þetta var alltaf afbyggt og endur unnin texti og hann tók langan tími að gera þessar sýningar sko og vann með leikurunum og það sem hann vildi að leikarnir gerðu þetta er allt voðalega háfleygt sko og hljómar kannski skringilega svona total act sem er eitthvað svona sjálfsfórn og þá hefur þú hlutverkið einhvern veginn sem skjöld til þess að geta afhjúpa þig sko Þannig að þetta voru miklar kröfur til leikara og þótti þetta var mjög svona umdeilt náttúrulega allt saman. Þannig að leikritið er eiginlega tæki til þess að leikari geti afhjúpa sig. Já. Það er það sem ég var eiginlega meira með textan, hann eiginlega notar hann bara eins og dót. Já, notar hann sem eitthvað dót. Hann er ekki að flytja hann. Nei, fara tæki svona sem hann er að... Já, það rammar svona inn einhverja frásögn og sögu og svolítið svona erfitt að lýsa þessu en þetta voru svona montas af textum og hann vann með sko mjög merkilega texta, alltaf með síðasta sýningi sem hann gerir. Þetta er eiginlega bara stutt tímabil sem hann er að gera þessar leiksýningar sem að frægust var nú Constant Prince sem að svo síðasta sýningi sem ég náði að sjá, það var eina sem ég náði að sjá live hjá þeim, Apocalypsis cum figuris og það eru bara allt textar úr guðspjöllunum og það eru eiginlega bara The Simpleton eða Þorpsfíflið er bara Jesú Kristur Richard Cieslak hann blandaði saman einhverju sko pólskum svona þjóðsögum af idiotinu og svo eru textarnir allir bara úr guðspjöllunum og karakterarnir voru, þetta var Jesú Ólærisveinarnir og María Magdalena svona óbeint og þetta var náttúrulega ógleymanlegt að upplifa þetta
þetta var, maður hafði aldrei séð annað eins, skilurðu, þetta bara raddvinnan og þú veist bara raddirnar snertu mann líkamlega, bara maður fann titringin og maður skildi ekki orð, sko, skildi maður þetta allt saman á sinn hátt, sko, og hvað gátu gert, og það var sú sýning var einmitt, þeir voru bara, þegar ég sagði maður kemur inn í eitthvað rými í svona fordyr og svo gengi inn í salinn og þeir voru þá bara í svona gallabuxum og skyrtum bara eins og við hérna, bara meðal áhorfenda. Svo fara allir inn og bara áhorfendur planta sér einhvern veginn svona tilviljunarkennt í salinn einhvern veginn, eða þetta var náttúrulega ekkert tilviljunarkennt, þeir stýrðu þessu öllu með það sem þurfa að segja orð, sko. Og svo byrjaði bara þessi gjörningur sem að, já, svona leikhúsgjörningur, sem man kannski frekar kalla þetta heldur en hefðbundin sýning, innan áhorfendurnar og þetta var mjög sérstakt og hafði mikil áhrif á mig og hérna, jú, eins og segir, lengi býra fyrstu gerð, farið í langt ferðalag síðan og kynnt sér ýmislegt og farið í endurmenntun og fór svo aftur löngu seinna í háskólanám og með akademísk fræði og svona verið að þróast og tekið margt inn síðan en þetta er alltaf einhver, ég held að þetta sé alltaf svona einhver kjarni svona. Geturðu, hérna, að því ég var ekki hérna í Sannum, geturðu aðeins útskýrt sýninguna betur, hérna með Jesú og Maríu, af hverju var það svona áhrifamikil? Sko, ég held að fyrst og fremst þú segir bara raddbeiting og ég meina hvað? Já, sko, það var áslamma, sko, þetta er fyrir mér er leikhúsið orkustöð. Þetta er hugarorka, tilfinningarorka, líkansorka, leikarinn er að radíera þessari orku einhvern veginn og þá var hann móttakandi. Og þetta er svona á svo mörgum plönum einhvern veginn og þegar maður er að upplifa þetta, maður er alltaf að fá þannig einhverja sögu, maður finnur tilfinningilega til með þessu, þetta voru svona rítúöl, fótaþvotturinn og kvöldmáltíðin einhvern veginn í mjög sérstökum búningi, maður var alveg með í sögunni þannig. Og svo var það bara svo tilfinningaþrungi leikurinn, maður sem sagt upplifir hérna sterkar tilfinningar og velti náttúrulega ýmsu fyrir sér en svo líka bara þetta þessi svakalega nánd að upplifa þessa orku, það var líka það sem hafði mest áhrif á mig, bara að fatta það orkan er bara ósýnilegu partur líkamans, maður, þetta er þú veist eins og þú situr við bassaháttalara á tónleikum, sko, þetta er bara þetta gátt að geta með röddinni, sko, einhvern veginn maður var bara heilaður einhvern veginn með einhverjum orkustraumum, sko, þetta er mjög erfitt að lýsa þessu, menn hafa gert margar tilraunir, lesi mikið þetta, fólk sem upplifið þetta, hvað þetta var í raun og veru. Það er að pína þig, sko, að lýsa einhverju sem er eiginlega ekki, sem er alltaf á milli orðanna. Sem er alltaf á milli orðanna. Svolítið gott, sko, því að ég var píndur til þess fyrir löngu síðar fór sko í framhaldsnám í Bretlandi. Því að Bretunum fannst þetta svo merkilegt þegar sá sífi að ég hef verið þarna. Íslendingum fann við þessi engin hver grótorkjar, engin hatt neitt að ræða það við mig, sko. En Bretarnir í akademíunni bara þessi með ári hefur verið hjá okkur, þú veist, og nú verður þú bara að segja okkur hvað þetta er og mér var bara stilt strax upp og þetta verður með einhverja fyrirlestra og segja og setja fyrir svörum og þá þurfti ég að fara að formúlera það svolítið í hausnum og reyna að finna út hvernig maður gæti lýst þessu og það var ekkert hlaupið að því. Því að þetta er á svona einhverju. Þetta er á milli orðanna og ekki einu sinni. Já, þetta er svona einhvern veginn á milli orðanna og þetta er uppið það er mjög gaman, það var, ég man ekki nafnið á honum, bandarískur kritiker, Mikil Kanona svona sem leikhúsgagnrýnandi sem alltaf verið mjög skeptískur á þetta, aldrei séð þetta, sko. Og það er skrifað svona svolítið svona háðulegum þetta sprikl og eitthvað svona á þess að vita neitt, sko. Svo komu þau til New York og hann fer að sjá þessa sýningu og hann... Þessa sömu? Ja, nei, þetta er fyrr, ég held að það hafi verið önnur sýning, það fórstuðs ykkur önnur sýning sem hann sá. Og hann byrjar að skrifa sína gagnrýni svolítið varfærilega, en svo verður hann bara viðurkenna í lokin. Ég verð að viðurkenna, mér er orða vant, ég get ekki skrifað, ég varð fyrir ykkur upplifun þarna sem er engri lík og ég verð bara að fá að vinna úr þessu í friði, þú veist, þetta var svolítið þannig, það er stundum... En verkið sem að þú sást fjallar þekkt minni fávitann og frelsarann og það hefur verið gert í japansku bíómyndum og Dostojevskí hefur gert þetta og alls konar hefur gert þetta og þetta er náttúrulega sömuleyti ótrúlega áhugaverð að sannleikurinn kemur út úr fíflinu. Var verkið það? Já, svona að einhverju leyti, já. Og svona hinn út, sko, hann var settur fram, sko, The Simpleton, það er til fígúra, einhver svona þjóðsagnavera, einhver svona pólsk erkitýpa, sko, þorpsfíflið og... Við ættum kannski að gera bakkabröður að Jesú líki. Það er einhvern dóttið það, ég veit það, held ég. Það var náttúrulega verið eitthvað svona Sölvi Helgason, eitthvað svona mýtur til. Það var hægt að gera hann að Jesú. Já, eitthvað svona mýtur verið til og eitthvað verið reynt, held ég. En þegar ég trúblaði... Nei, en þetta er svona... En þegar ég segi núna Jesú eitthvað svona, hafði þetta áhrif á svona þína hugmynd Jesú, eða...
Ég held nú kannski ekki beint, sko. Ekki svona, ég eiginlega að spyrja hvort þetta sé svona vitsmunaleg áhrif að því að þú lýsir svo mikið svona líkamlegum áhrifum. Já, og tilfinningalegum meira, en svona vitsmunaleg, náttúrulega einhverju leyti, sko, það var kannski sjálfsagt ekkert voðalega nýtt, sko, sagan sem hann að segja, svona einhvern veginn þetta fórnarlamba og svona einelti, hann var einhvern veginn, það var svolítið meira upplifunin, sko, bara pyntur og kvalinn og svona bara einhvern veginn hvernig þeir gerðu þetta allt saman var held ég miklu áhrifaríkara heldur en sko eins og ég segi oft það skiptir ekki svo miklu hvað maður að gera heldur hvernig maður gera það í leikhúsinu því að það er búið að segja allar sögur endalaust og það er voðalega erfitt að finna eitthvað nýtt sko segir þetta ofta mína nemendur og svona sko maður að vinna ykkur að það skiptir ekki málið endilega hvað við erum að gera hvernig maður gerir það hvort að gefa sögunni einhvern af því að leikhúsið er svo mikið það er þessi kommunikasjón það er svo miklu meira en orðið við erum náttúrulega ósvalega vön þessu orða leikhúsi textanum og ég meina þannig byrjar þetta allt hjá Grikkjónum, þessi miklu text var tími leikskáldana sko. Svo er þetta farið náttúrulega í gegnum söguna í alls konar áttir og sko fyrir mér er þetta svolítið mikið þegar þú strippar þetta sko, það þarf ekki einu svona að vera leikrit, þú veist, það þarf ekki að leikhús sé, það er þetta, þessi lífrænu straumar. Það er nú betra að það sé einhver sko sem að mótar einhverja svona sögu það er ekki gott að sé einhverju bara vitlausi leikarar að tjastla einhverju saman sem að þeim þetta í hug það er gott að hafa Nei, en svona performance er slíku sko, þá getur alveg séð bara eins og dans það er gott að hafa eitt gáfumenn í hópnum sem að skrifa textan Já, og svo texti það er en eins og ég segi sko, það þarf ekkert heldur að vera textin þá erum við komið bort í dans, náttúrulega dansleikhús ég meina danssýningar geta verið stórkostlegar þótt oft erfitt með að segja nákvæmlega hvað þú upplýðir, fattar þetta er svona fagurfræðilegt og tilfinningalegt og ýmislegt sem gerist og það er í klassískum ballettir dansaðar sögur, það er Þyrnirosir ballett og Rómíó og Júlíu og allt þetta sko en svona nútíma dans og meira, þetta er oft miklar mér finnst það sem ég finnst áhugaverðast í íslensku leikhúsi í dag það er sem er gerist í danssýningunni, við lítum við síðasta leik og svona sýningar sem ég fannst áhrifamestar, það voru danssýningar Svolítið það en þess að þú kemur Já En ég held að það séu margir sem eru sammálaðir. Nei. Ég lærði þetta svolítið hérna þegar ég bjó í Frakklandi og hafði engin tök á tungumálinu. Og ég verði að tróða ykkur í hausinu á mér svona bara til þess að halda sönsum. Þannig að þá byrjaði ég að fara á hérna bara á óperur og danssýningar. Þar sem ég taldi mig ekki þurfa að skilja tungumálið. En svo hérna fór ég á hérna Macbeth út í skóginum hérna. Þannig ég fór á hana að ég meina fjandinn ég kann Macbeth. Og þá hérna fattaði allir ég bara þarf ekki að skilja orð sko. Og þá fór ég á Tjekkov og svona sem ég þekkti eitthvað og Morka og svona og svo var ég byrjað að fara á eitthvað sem ég bara vissi ekki hafði ekki hugmynd hvað var og komst að þessu maður hérna í leikhúsi þarf maður ekki að skilja tungumálið það bara er algjör einhverju líkamann sem þú ert að horfa á það er jafnvel verra Já, því að ég hef til dæmis alveg stundum erum við stilt upp í veginn nemendum mínir að spyrja mig svona hvað eru bestu leiksýningar sem þú séð og svona, maður er oft spurður að þessu og þá kemst ég bara ofta að því að þegar ég fer að gröfla í hausnum að þessar sýningar sem eru eftirminnilegastar og hafa haft mest áhrif, þær eru allar á tungumáli sem ég skil ekki. Ég man eftir þess alveg mögnuðum sko kóriðanskum Hamlet, klikkuð sýning og alltaf pólskar sýningar sem ég hef séð og svona fleira, ég skil ekkert orðin en ég skil ekkert allt samt sko, því að leikhúsin er á svo mörgum plönum, eins og ég segi, þessi orka, þetta En maður ekki þá svolítið svona góður áhorfandi þegar maður skilur ekki tungumálið? Alveg svipað og ég man þegar þú varst að byrja að lesa ensku og svona, þú skildir hann ekki almennilega og maður fyllti bara upp í það var bara heilastöð sem eiginlega samdi söguna á móti höfundinum. Þannig maður er náttúrulega, þegar maður skilur ekki tungumálið, þá er maður alveg rosalega opinn einhvern veginn hugur. Og það er náttúrulega þannig að leiksýning, sko, hún gerist náttúrulega í hausnum á áhorfandanum. Við getum farið saman í leikhúsið hlið við hlið og upplifað alveg sitthvað hluti. Það náttúrulega er það sem maður sér og heyrir og ákvað fólk er að horfa og svona sko og hérna ég til dæmis oft ef ég lend inn á leiksýningum sem að gerist nú stundum hér og erlendis sem er ekki sérstaklega að ná mér einhvern veginn verkið eða leikstjórnin, aðferðin, fagurfræðin eitthvað ég lifa alltaf kvöldið að mér bara að fara að horfa á leikarana bara svona hvernig þeir eru að gera hlutina og eitthvað Leikhúsið er náttúrulega eiginlega fyrst og fremst það Já, list leikarans fyrir mér er það svo mikið list leikarans og það er ekkert verra að hafa virkilega góða leikbókmenntir skilurðu þar byrjar þetta í okkur og svona og gríska leikur er fyrst og fremst flutningur á texta og svona mjög stílfærður og þetta er bara svona myndastýttur sem töluðu að dúkkur þessir leikarar sko þurftu bara að hafa mikinn raddstyrk og svona að muna þetta þeir voru að leika í heilan dag sko 3 harmleiki í röð
Okkar leikhúshefð frekar texta megin. Já, við erum Þú ert svolítið svona til hliðar í henni. Bókmennta þjóðin og allt þetta. Þegar við opnum okkar þjóðleikhús og atvinnuleikhús þá þetta musteri íslenskrar tungu. Það talað það í setningaræðunni og svona. Og náttúrulega tungumálið og það náttúrulega frábært, sko. En bara benda á leikhús, það svo margt annað en bara það, sko. Og við þekkjum náttúrulega alveg látbragðsleik og öll þessi hliðar fyrirbæri, sko. Það svolítið athyglisvert, sko. Við á Vesturlöndum sem eru alltaf að splitta öllu upp, sko. Og kljúfa allt og kljúfum atómið og allt saman, sko. Austur í Asíu til dæmis, það sem að eldgamla leikhúsið hafa lifað mjög í þessum kyrstaðu samfélögum náttúrulega og við höfum japanska leikhúsið, kabuki og no, alla indversku dansarna og Peking óperuna og þetta ólíkir hlutir. En í öllum þessum listformum þá sko þá leikarinn að syngja, dansa, látbragð, bardagaíþróttir, textaflutningur, hann þarf að gera þetta allt. Þetta allt einhvern veginn innbyggt og ofsalega litadýrð og allt þetta, þannig að leikarinn þurfa að vera gífurlega þjálfaðir, þeir syngja, þeir dansa, þeir eru með látbragð, þeir eru, sko þannig var, sko þegar Grikkirnir byrja, þeir eru með kórusinn, hann einhvern veginn dansar og hálfsyngur, við veitum náttúrulega ekki að það kunni að flutt og það texti og svo á endurreisnartímanum, þá þetta búið að lifa í gegnum Rómaveldi og eitthvað, sko, en þá fyrir maður að skipta þessu, þá verður til sko ballettinn og óperan. Þannig að það farið að syngja söguna og dansa söguna en leikhúsið það meira ekki svo langt sem að ballettin fór út úr óperunni því að það var yfirleitt sko ballettkafli inn í óperunum bara fyrir 250 árum þannig að við fyrir svona einhvern veginn að kljúa þetta svolítið og þá fyrir að verða til þetta sko líka þetta bara mikla texta leikhús þar sem fyrst og náttúrulega leikararnir að haga sér það byrja eðlilega á sviði svona sálfræðilegt kemur náttúrulega 19. öldin svona raunsæis hegðun og talað mál og texti verður svona fyrirferða mikill og svo fer það bara að sjá dansleikhúsið þarna og óperuna þarna sko þetta svo söngleikir þetta náttúrulega svo orðið svo fjölbreytt og síðasta öld sem svar við þegar nýju miðlar koma bíóið og sjónvarpið og allt þetta þá farið í allar áttir og gerður alls konar tilraunir og margir héldu að þá væri leikhúsið að deyja komið í öndunarvelið eitthvað en viðbrögðin voru þannig að það urðu til náttúrulega það var það svolítið gróska og farið í alls konar áttir með þetta. En hafði kannski ekki neinn ógnar áhrif á svona meginströms leikhúsið? Nei. Sem ennþá svona texta? Sérstaklega í okkur, við erum alltaf að setja upp skáldsögur til dæmis, sem sýnum hvað við erum texta háð. Já, það nú svolítið sér íslenskt fyrirbæri mörgulegt. Finnar gera þetta mikið líka. En svona þetta að taka skáldsögur og færa í leikbúnin. Sem yfirleitt mjög erfitt og text ekki oft. Þetta sérstök hefð svona sko. Þetta byrjar, það var bara að opna sýning Þjóðleikhússins og var leikgerð á Íslandsklukkunni þetta svolítið svona hangið í því sko, ég held að það sé búið að leikgera flestar bara stóru skáldsögur Laxness til dæmis og svona ýmislegt. En þetta með leikarann sem eins og þú varst hérna í svona líkamlegu leikhúsi og þú ert að tala um raddbeitinguna og svo tala um asíska leikhúsi þar sem að menn geta svo margt og sömuleyti situr maður náttúrulega líka og eiginlega að horfa á svona akrobatík maður eiginlega að horfa á eitthvað sem getur eitthvað sem engin annan getur og það getur líka bara verið í leiknum sjálfum sem bara eitthvað það er bara Peking-óperuna, þetta allt svona bara akrobatík og bardagatriði og það alltaf hluti af leikhúsinu það hluti bara þessu öllu og það texti þar líka og saga og eitthvað og þetta bara eðlilegur hluti einkenni á bara ákveðnum karakterum og svona. Nei, líka eins og þú ert að segja áðan að þegar þið leiðist í leikhúsinu þá fyrir bara að horfa á leikarann þá ertu bara að horfa á svona akrobatíkin hans hvernig hann eiginlega bara orkuna, bara hvernig hann að lifa á sviðinu sko, þetta svona eitthvað líf sem þú ert að lifa þannig á sviðinu sko og og talandi akrobatík, ég meina við höfum alveg fengið sko, ég meina Vesturport byrjaði með 5 leika leikhús, 5 leika útgáfa Rómíó og Júlíu og þannig að þetta fer í allar áttir og það og þau hafa farið líka yfir í svona textaverk algjörlega og bíómyndir mér sem eru mjög Herðu, en þessi tími þú nærðum ekki alveg að vera svona hippakynslóðin, ertu ekki aðeins ungur í það? Já, svona eftir að kemur alltaf til Ísland sko. Svona síðhippi. En þessi trú að nú erum við að lifa tíma þar sem við þurfum eiginlega að endurskapa allt. Það að verða til nýr tími. Það var það ekki. Ég leiðist að segja það gerðist ekki. En þegar þú horfir tilbaka,
bernskubrek sem að er bara fínt að hafa farið í gegnum sem ungu maður, eða var raunverulega möguleiki á því að ná fram einhverjum meiri breytingum sem að einhvern veginn köfnuðu, kannski út af einhverju innra meini, kannski út af andstöðu eða Já, vissulega kafnaði þetta, en á tímabili þegar ég ungur maður, ég bara trúði því einhvern veginn, sko. Ég bara mjög ungur einhvern veginn var búinn að fann að horfa svolítið svona krítiskum augum á heiminn og hvernig þetta var allt saman og það þurfti að breyta, ég held bara alveg frá barnæsku svona einhvern veginn óaði mann svolítið við heiminn af fullorðnum, mann langaði ekkert einlega inn í hann og vildi lifa einhvern veginn öðru sér lífi, hann liði fór mikið bara ykkur rómantík og skáldskap, sko, og lesa til bækur og þetta bara verið að hrópa höttur eitthvað þegar hann var stóri, ekki verið einhver skrifstofamaður, sko. Að og bara mjög ungur fór ég fór inn í fylkinguna til dæmis, sko, satt ég á Ragnari í Skjálta að lesa kommunistavarpið og svona og þetta var svona í mínu nærumhverfi bara, í Gagnfræða- og menntaskóla vorum við svona mikið að velta þessu fyrir okkur, svona vinstri róttækni og þetta náttúrulega, það mikið að gerast, sko, á þessum árum í kvenfrelsismálum, kvennafrídagurinn, feministar að til sín taka, Hörður Torfa kom út úr skápnum og allt þetta og í Kaupmannahöfn þegar ég kemd þangað, það var mjög svona radíkal andrúmsloft, Kristjanía náttúrulega, eitthvað fríríki sem var svona anarkísk þjóðfélagstilraun, sko og allt tengist þetta hvort öðru, kannski hefði Hörður ekki komið út úr skápnum ef maður hitt hefði verið. Já, þetta tengist allt einhvern veginn og þetta er svona einhver sveifla og maður hélt að þessi bylgja mundi halda áfram og kannski verða sterkari og bara þetta er í framtíðin einhvern veginn í þessa átt. En svo fór að koma svona, það bæði innan megin og svo náttúrulega bara fucking bloody kapitalismin, hann náttúrulega kæfir að það kemur. Þarna koma svo í kjölfarið Thatcher og Reagan og einhvern veginn, sko, punkið verður og diskóið sigrar, sko, svona menningarstríð, þetta er náttúrulega við ofurefla í þetta og kannski var þetta svona svolítið mikið rómantík, ungæðislega rómantík að einhverju leyti og bjartsýni, ég veit það ekki, en það voru, maður var inni í einhverju mengi sem að trúði á þetta allt saman og við vorum að massera fram á við einhvern veginn og héldum það, svo fór bara að gefa á bátinn. En það var líka mikið eins og hjá þessari kynslóð, sko, það er svo margt, það er að tína svo margt að til dæmis lífsstílinn bara, dóp, margir trúðu á þetta sem hugvíkandi efni og eru frelsandi og svona og brendu sig og svo er nú stundum talað bara hvort það eru samsæriskenningar eða ekki, sko, auðvaldið, eins og lensin eru á Ítalíu og nú svolítið niður í Róm, leikurinn bara stangað þegar ég fór að gera bíó með Rósku, sko, og það var alveg talað það þar, sko, að það er nú svo klikkaður heimur, sko, mafían og svo ríkisstjórnin og þessar spiltustjórnir og öll þessi þræðir sem liggja þar saman. Gríðarlega ofbeldisfull stjórnmál, svo hefur náttúrulega komið verið þarna bara í blýárunum næstu, eða þeir voru bara strax á eftir það? Kringum 80, 79 kom ég að þennir til. Það sem að menn voru að drepa hvort annan bara? Já, og ræna mönnum og pynta og drepa og rauðu brikkaðarnir og svona, það var bara næstuð í borgarastríð, sko. Og líka í hináttina, bara skotið á mótmæli og svo var talað, sko, þessi róttækni, þetta sem er talað oft 68 kynslóðin, sko, Frakkland, Ítalía, þessi stúdentu uppreisn öll, sko, hún var mjög öflug á Ítalíu og þar var til dæmis kall sem ég líka einn af leikursmönnum sem ég kynntist, Dario Fó og Franko Ramakonan hann, sko, þau voru hann í fylkingabroti í Vestmjónum með Alþýðuleikhúsið og þetta var rosa stemning og þetta var, þeir náðu hansi langt svona þessi hreyfing þar og það farið að berja hana niður og það talaði um stragedían, sko, því að þetta fólk var svolítið að fikta við dóp líka, að þeir bara dældu heroínin á markaðinn, sko. Eins og eru nú í Kína. Já, hafi náðið það með ópíumi, sko. Það sé bara strategi að ofan, sko, því að þetta var stórhættulegt fólk og þegar það farið harðni í stálunum og rúðu brikkarnir konir út í svolítið bara Baden-Meinhof-stæl eitthvað. Að þá hafi bara verið séð til þess að það var bara sett nóg að hörðum efnum inn á markaðinn og þeir sem eru viðkvæmir fyrir falla og þetta er auðvelt að húkast á það og það er bara verið slátrað heilli kynslóð róttæklinga. Margt róttækt listafólk sem bara fjall fyrir heroíni frá sérstaklega á Ítalíu. Það var einhvern veginn, það var svona meiri, svona svartari heimur á Ítalíu á þessum árum. Jú. Já, hann varð svartur, þetta var náttúrulega rosalega rómantík einhverjum árum fyrir, þá voru allir bara litir og fegurgleði fögnuður, sko, og svo koma þessi sterku efni, sko, og hvaðan koma þau og af hverju, eða fattaru, hvernig gerist þetta? Ég held að það ekkert vilja það, þetta unga, hressa, flotta fólk enda sem einhverju djöngkort í horni. Já, og heldur að þeirra hugmyndur lausnir hafi orðið myrkari út af dópneyslu? Mögulega, eitthvað, sko.
og svo bara hættur að sjá okkur að lausnir og þú veist bara, þetta er náttúrulega bara... Það var næstu í lágið sko borgarastyrjöld, ég held að sé næstu hægt að fjalla þennan tíma á Ítalíu þannig sko, þetta kallar blýárin og gríðarlegt ofbeldi og svona bara kerfisbundi niðurbrot á öllu á verkalýðshreyfingunni á allri vinstri mennsku, öllum stúdentarhreyfingum, það er bara systematískt verið að vinna við að brjóta þetta niður. Ótrúlegt ofbeldi. Já. Þú varst þarna? Já, ég svona var þarna, þetta er veturinn, hvernig er ég, 80? Já, ég var þarna í nokkra mánuði, svona vetursetu. Tengdist að ég var að gerðum bíó, Sóley, með Rósku og Manrico, manninum hennar og Þetta eru góðsagnir í íslenskri menningu, segðu mig frá Rósku. Róska var náttúrulega frábærs en svolítið veik og náttúrulega að díla við erfiða sjúkdóma allir sinna við, flogaveiki og en ákvæðlega náttúrulega kraftmikill listamaður og aktívisti og bara hennar lífstíl var allur mjög svona, hún virkilega þorði. Þetta var svona eina, sko þegar ég held ég verið 12 eða 13 þegar ég sá hana fyrst, þetta bara flottasta kona sem ég hef séð. Drengurinn sko, með alpahóna, sígáttunni í kjæftinum, bara ég var kjæft frá Róm sko. Þetta aðeinslega, þannig að einhverjum 10 árum síðar kynnist hún fyrir að bjóða mér að vera með í bíó og þá sló maður til sko og en þetta var nú mikið basli sem kvikmyndagerð, það voru engin peningar og ekkert og þetta var svolítið skröðlegt ævintýri. Þú stóð endanum að koma einhver mynd út úr þessu öllu saman. Hefur þú séð þessa mynd nýlega? Ekki nýlega, nei, en ég hef náttúrulega séð hana. Og þetta er alveg köld mynd, sko, og það er til dæmis Lorenz, kannamaður sem býr hér, svo er að kenna við Listaháskólanum í kvikmyndaskóla, kvikmyndagerðarmaður, tilraunamaður sem er alveg óbúslega hrifinn af hann. Þetta er bara svona hans uppáhaldsmynd. Og hann hefur staðið í því að vera digitalí að hreinsa hann upp og endurgera hana. Hann nú reyndar sko, þetta er nú svona tilkomið að því hann býr með Frænku Rósku og Kostingutin og snúður þetta. Þannig hún var sýnd fyrir, það er ekki 1-2 ár síðan, sko þessi nýja, hún var hreinsuð upp, þetta var gömul slitin útgáfa sko, var þá sýnd í Regnboga, hún er til, þá fór ég að sjá þetta. Já. Og hvað? Ég er náttúrulega svona blenda tilvengar til að því að svona þetta var gekk og eins og þau maður að gera þetta sko og ég er ekki dómbær á það. Myndina. Hún er náttúrulega þetta var bara svolítið gölluð sko. Upprifjun á tímanum sem þú varst að lifa. Já, og ég hafði alveg gaman að þessu. Það er, sko þessi mynd er alveg sérstök sko, það er margt óbúslega fallegt í henni. Hún er bara líður svo fyrir það að vera gerð af fullum vannum, það var aldrei peningar, það var alltaf verið að koma aftur og skjóta og reddingar og þú sér það alveg á myndinni sko, það er svona produktionsvaljúið einhvern veginn. En það eru mjög falleg moment og síkvensar inn í þessu, flott kvikmyndataka, var mjög góðan kvikmyndataka til að byrja, svo var alltaf verið að skipta út sko, því það tók svo langan tíma, það var alltaf verið að koma aftur og aftur og myndin ber þess alveg merki, skilur að þetta er mjög kaflaskipt og svona skrítið sko. En grunnhugmyndin var svona falleg, þetta er rómantísk saga og byltinguna og allt þetta sko, og sett inn í þjóðsagnararfinn og bara allt í lagi með það sko. Og margt gott og þetta hefur orðið fengið einhvern svona köld status til að okkur veitum og það eru útlendingar að glápa á þetta og svona. Ég man alltaf sko, hún var nefnilega sko, fekk nú ekki góðar viðtökur hérna, þóttu nú ekki beisin afurð í fjölmiðlum og svona. En svo hitti ég fyrsti mann sem ég hitti sem var alveg bara átti ekki orð, þetta var besta bíómynd sem hann hefði séð. Hann var heyrnarlaus. Og hann hafði hort á þetta bara og heyrði ekki neitt. Sem að tengja þessu sem vorum að tala áðan. Því að kannski veikasti punkturinn í þessu er kannski díalógurinn og leikur á köflum sko. Tónlistin er vissu mjög falleg, Gunnar Reynir Sveinsson og flotta tónlist. En þá sá hann bara myndina, hann heyrði ekkert. Og þá getur maður lífið að segja, já, hún er falleg sko. Fallega tökur og svona sjónrænt séð bara kannski ágætt sko. En brokkgeng. Já. Róska er náttúrulega stór persóna í íslenskri svona menningu en kannski erfitt að setja henni einhvers staðar í einhverja hillu þannig að hún hún er bara í bara sinni hillu okkur neginn. Anarkistin sem hún var sko, hún fór svona víða en alltaf tengist er svona afsprengi kannski þessari tíma sem hún var að tala þessara 68 og róttæknin og allt það sko. Það er kannski gaman að eitthvað myndi búa til svona sjónvarseríu Rósku eins og var gert við Vigdísi. Það getur orðið svona öðruvísi. Hún er alveg lifandi góð sögn sko. Í allan vissum kreðsum og
merkilega svona, hún gerði hluti sem fólk var ekkert að gera, hún fór bara út í heim og út í Tékkó, hún að upplifa líka svo margt, hún 68 í Tékkó og í París, hún með Truffaut og lendir einhvern veginn inn í öllu bara þessum 68 hræringum, svona fær þær beint í æð og svo í Vestmiðunum með Dario Fo og allt þetta, hún svona alltaf einhvern veginn, svona inn í þessu öllu, meðan við hinn vorum kannski lesum þetta, blöðunum með eitthvað sko. Það nú gott efni í sögu eða svona persóna sem hann fer víða. Svona, og snertir viðburði. Og líka því að mér eins og heyrir að ég að spyrja þig út í þetta, því þetta merkilegt tímabil í sögunni, ákafað sannfæringu, meirinn draum að heimurinn sé að breytast. En svo breyttist það ekkert svo mikið og þú nefnir hann að... Og maður hægt orðulega misti maður þessa trú og það voru alltaf erfiði tímar, ekkert alveg ekki svona upp úr 80, maður misti svolítið fæturnar en maður fatt að þetta ekkert að fara að gerast. Þetta bara það kom einhver rekan og einhver tatsir og það bara verða einhvern veginn að þetta bara allt og það bara komið disco og svo bara einhverju menn í jakkafötum að taka kókaín og einhverju uppagengi með verðbréf og það bara byrjaði upptakturinn í spilavíti sko sem síðan sprakk með látum framan í okkur hruninu sko. Þannig það kom eiginlega bara enn verri, þetta náði ekki að breyta heiminum? Nei, því að á sama tíma sko þarna, við getum talað um vinstriðið eitthvað, þessi angi af þessi á sama tíma og þetta að gerast, þá eru menn að leggja drög að eimreiðahópnum og hinum megin. Og þeir bara voru... Gagnbyltingunni. Já, og þar fjármagnið og valdið og þeir bara... Þeir unnu. Þeir unnu geimið. Já, unnu. Og þá segir maður bara it's better to be a beautiful loser than an ugly winner. Já, og unnu víða heim, eins og við vorum nefna með Ítalíu, þetta var náttúrulega bara kerfisbundið ofbeldi að brjóta niður vinstri mennsku og svo ef við förum til Suður Ameríku, það var bara verið að drepa, vinstri var bara drepið. Já, það var bara... Þetta var ekki sigur í hugmyndabaráttu. Nei. Það var bara mikið ofbeldi í þessu. Þessir tímar sko. Og það eru svo margar birtingamyndir sko, þá dettur mann í hug bara hér, einmitt á þessum árum, upp úr 70 sko, ég það í Danmörku og svona, neða bara Guðmundur og Geirfinnsmál sko, það eru ofsóknir allar. Það var nú sumurlega að meina, það hefur verið svolítið aðförin að einmitt þessum kúltúr, þessir krakkar, þá þetta bara sína, það stofnuð þarna, fíkniefna dómstóllinn og áður en hann stofnaður Kitty P farin að keyra hérna með byssu í hanskahólfinu og þú veist og það verið að hjóli og það var tekin bara einlega öll þessi kynslóð sem einhvern tíðan hafði verið í partíi þar sem var reykt Jóna tekinir í yfirheyslur og það var svona ákveðin terror í gangi gagnvart. Það voru aðalega stúdentar upp í háskóla og svona einhverjir listaspírur og eitthvað fólk sko, ég þekki svo marga sem lenti í því, bara kallaði inn í einhverjar yfirheyslur og þvældust inn í þetta stóra ógeðslega mál sko, í ýmsum hætti, blásaklust fólk. Það er að reyna að þröngva einhverju glæpastarfsemi yfir á hugmyndinar að vilja breyta heiminum. Já, og þá sér maður líka sko hvernig þetta er allt presenter, það er að skoða blaðaefnislega hvernig þeirra myndbirtingarnar voru á þeim, þetta er nákvæmlega sama layout og með Baader Meinhof og svo aftur Manson í Bandaríkjunum sko. Það voru alltaf þessar svarthvítu myndir sem settar í röð, fangamyndir, þannig voru myndirnar af þessum krökkum í Geirfinnsmálinu. Þetta er bara svona einhver fagursvæði fasisman sko, eða hvað maður að kalla þetta. Og hérna þetta var ekkert bara staðbundið, þetta voru tímar. Já, og það í Geirfinnsmálinu þá er alveg augljóst í upphafinu að þá er hérna ákveðin ótti þeirra sem að íttu þessar rannsóknum vör, eða kannski lögreglunar, að það væri þarna fólk sem að hegðaði sig bara eftir öðrum lögmálum heldur en við, að þegar þú kallar það yfirheyrslu þá bar það ekki virðingu fyrir lögreglunni, ekki svona eins og venjulegur pulsuþjófur er tekinn og þá er hann bara nappaður og hann veit hvað leikurinn er, en allt í nöttu komið með kynslóð sem að hafnar hérna valdi lögreglunar. Og það skapaði sko ótrúlega óöryggi með lögregluna sem að trúði eiginlega öllu illu upp á þetta fólk. Af því að það beygði sig ekki undir sko. Þannig það var líka, þannig að það var hópnum var mætt með svona ofbeldi og hvað myndi heita í dag, svona einhver svona tegund afmennskunar, að það var þetta að trúa öllu illu upp á þetta fólk. Það var í síðhæðlu. Það var þetta bara hardcore ofbeldi, maður var að skoða alltaf hvernig maður farið með krakkarna sem voru sett inn í síðumúla og svona, alltaf bara þetta myndi ekki vera sko, þetta er bara ónýtt hús með eitthvað gömul bifreiðaverkstæði, einangrun og svo bara voru pyntingar í gangi, það er alveg ottfest og skjálfest, fólk var bara barið og dýft ofan í vatn og bara ógeðslegt sko. Eins og þau ætti þetta skilið. Eins og ætti þetta skilið. Er það neitt í þessu að þegar maður er að horfa til þessa tíma,
að þá var til í samfélaginu eitthvað sem Ameríkanar kallaði svona counterculture. Það er sem sagt svæði sem þú getur lifað á ef þú kemur úr sveitin í bæinn og þá getur valið að vera með lakrísbindi og stefna á því að verða eins og pabbi þinn. Eða þú getur farið og ertu bara með annan heim, þar sem eru aðrar hugmyndir leikhús og aðrar hugmyndir pólitík og aðrar hugmyndir manngildi, aðrar hugmyndir kynin, aðrar hugmyndir kynlíf og alls konar hluti. Þannig að það er svona... Það var í boða þessum tíma og þetta er það nákvæmlega sem ég geri. Já, þú bara lifir í þeim heimi í mörg ár. Þá getur hann hverfur og þú verður strandaglópur hér. Þetta er ekki til í dag, myndur halda það? Við erum náttúrulega gamli kannski þetta sem segja það. Já, þannig er alltaf eitthvað svona counterkultúr eitthvað staðar sko. Og Mér finnst allir vera að reyna bara að meika það inn í meginströmmnum sko. Já, hér kannski sko, já, þetta er náttúrulega orðið, þetta er skrítin heimur sem við lifum í dag. Og náttúrulega bara eins og ástandið er núna með allt sem geisar og með Trump þarna í Bandaríkjunum og Gaza og öll þessi óskup sko, held að fólk er bara, við erum bara allir í einhverju sjokki held ég. Ég veit það ekki. Já. Og Af hverju erum við sjokkja? Því við trúðum því sem var haldið að okkur að hægt og bítandi myndi heimurinn alltaf batna. Já, einhverju leyti. Þetta bara gerist einhvern veginn svo hratt og er svo sko... En af hverju trúðum við því? Þetta er too much, maður vissi þetta væri vont en þetta getur orðið svona slæmt einhvern veginn. En af hverju ættu að trúa því að heimurinn myndi batna alltaf? Því að mannkynsan segir það ekki. Nei. Segir þvert á móti, hann getur versnað bara mjög hratt og illa. Já, en svona eins og árin eftir seinni heimsstyrjöld sko, þegar kemur svona eitthvað smá friðartími og öll þessi neysla náttúrulega og allt þetta sem sagt að svona hagur fólks batnar milli stéttin og svona þetta er og þá náttúrulega, já, 50, 60 svo fara unglingarnir náttúrulega að fatta einhvert frelsi og það var kannski þá engin ástæða til þess að ímynda sér að myndi ekki að geta bara batnað einhvern veginn meira sko. En svo kemur þetta einhvern veginn á móti, já, og vonin hverfur, hún kemur aftur og fer en þetta er bara orðið svo í augnablikinu er erfitt að sjá ljósið einhvern veginn. Nei, hvað þetta endar allt saman sko. Svolítið sturlað reymur. Já. Það er eitt í sambandi við svona counterculture. Að þú nefndir hérna með leikhúsinni í Danmörku að verður verið að setja upp í alls konar skemmum hér og þar. Það er eitt sem er svona í Reykjavík í dag að þá er eiginlega ekkert húsnæðarlausu. Það er túrisminn étt upp bara hverja einustu lóð. Jú, það er ekkert, það er hlænins alveg fáránlegt vandamál að það sé ekki því að það er sko miklu meir eftirspurn heldur en sko það eru ofboðslega mikið af hópum og fólki sem vill vera að starfa á líka í tónlistinni og annars staðar það bara vantar húsnæði. Það er ekkert, þegar ég getum farið ykkur áratug aftur í tíman, þá var það ekki vandamál. Þegar ég var að byrja með lablok og svona, við fundum alltaf ykkur skemmur eða háaloft eða kjallara eitthvað staðar sem var hægt að komast í og gera sýningar sko. Ég veit ekki hvað maður hefur búið til mörg leikhúsrými hérna í bænum, bara græja ykkur kastara og bjóða fólki. Þetta er bara ekkert í boði lengur, það er bara húsnæðis kreppa mikil sko. Og þá því við vorum að tala counterkultúr og hvar, það er eitthvað eins og dulvetnir í Grikklandi núna fyrir þangað á sumrin. Þar er náttúrulega alveg upp í Exarchíu og svona, er svona, já, counterkultúrin bara mikið líf og það er fólk, það er svona hústökufólk og það er mikið í gangi þar sko. En það er líka, því ég svaraði af hörku, það eru átök á götunum oft og svona, sko, en þar til dæmis með rými, hvað var hann að segja mér, það eru 180 leikhús í Aþenu held ég, eða svona rými sko. Og ég man ekki hvað margir hópar, þar er eitt stórmerkilegt leikhús sem ég er svona verið svolítið tengdur, Embros leikhúsið, sem er uppalega hústökuleikhús bara, en samt alveg í hjarta bæjarins sko, inn í túristakraðikinu miðjunni í Tsíri, stór og mikil bygging, mikil blackbox leikhús. Og þar þetta er uppalega hústökufólk sem við síðan þurft að berjast fyrir þessu húsi og það eru stundum slagsmál og læti en þarna er mjög öflug starfsemi og koma þarna inn allskyns hópar og performera og líka tónlist og þetta er svona, já, það er alveg til hlutir hér og þar. Já. Og Það er kannski ekki sama búmmið í Aþenu eins og hér. Nei. Ég veit ekki. En hvað segðu mig frá þessu sem þú ert að gera í Aþenu núna? Sko, ég hef farið þarna gegnum tíðina núna einhver ár tilbaka þá að kenna á námskeiði sem er þarna sumir, svona alþjóðlegt leikhúsfestival og ég hef komið þangað og kennt og
Og þá hef ég nýtt mér, þetta bara vika, 10 dagar sem ég að vinna þar sko og þá ég komið þangað, þannig hef ég kynst fólki og svona, þannig ég reyndi að taka mitt sumafrí í kringum það svona, kannski 2 vikur sem ég þau veist eitthvað, já þegar með mest bara niður á eyjunum og svona inn í bara... Þetta ekki í leikhúsinu? Jú, ég hef verið svona, það ég tengist í og til dæmis gerði núna þegar ég kom heim í sumar, þá vorum við með stórt svona leikhúsaksjón á Syntagmatorgi fyrir framan þinghúsið. Það var félagar mínir hérna niður frá, fólk sem við gátum bara svona pop-up götuleikur sem að gerði hérna í gömlu daga. Við fórum bara og það eru palestínumenn sem hafa haldið til hérna fyrir framan þinghúsið í sumar og við illan leik því að lögreglan sækir mjög að þeim og það er verið að taka það og reka á í burtu og berja það og svona en þetta er svona protest. Þetta var svona stuðningsyfirlýsing við það. Við fórum hérna leikhúslistafólk sem hófuðum saman og vorum með svona gjörning með risastóran palestínskan fána sem við gengum með sko frá einu torgi á annað gegnum svona eiginlega aðalgötuna upp að þinghúsinu og byrjuðum inn í Monastir Raki sko og komum svo á torgið og vorum þar með svona ákveðna hreyfilist og gjörninga og enduðum upp við þinghúsið með að flytja texta sko úr gassamónulógonum og já, en það var alltaf að gera leikhús. Það getur verið allstaðar. Þetta var núna bara fyrir ekki margt löngu, sko. Pólitískt leikhús og pólitísk list var löngum ekki í tísku. Já. Og bara, ef maður segir pólitísk list, þá vill fólk sjá eiginlega svona verstu útgáfuna að þú endir sem aðalleikarinn á sviðinu og haldir hálftíma ræðu yfir áhorfendum, eitthvað slíkt sem þetta var nú einmitt sko og kannski akkúrat þetta sem við vorum að tala um aðeins og við bökkum bara svolítið inn í þetta grótóski dæmi allt og þetta hóli aktor og fátækleikus og svoleiðis var held ég kannski sko svolítið mikið ansvar allar róttækninga við þessu leiðilega pólitíska leikhúsi og reyna að vera einhvern veginn pólitísk á allt annan hátt og Var það þá Brecht sem er leiðilegt pólitískt leikhús? Já, ég til dæmis var með ofla fordóma gagnvart honum, þá ég fór að kynna mér hann og fatta hvernig snillingur hann er sko. En fordómarnir voru frá þessum tíma, en það var svo óbúslega mikið að lélegum eftirhermum að fattur eitthvað sem þóttist vera Brecht, eitthvað svona grúpið teater, sænskir og norskir leikhópar sem voru. Eins og gerist oft í listum, það kemur eitthvað gott upp og þá fara menn að kópera stílinn en ekki inntækið. Já, og svona einhvern veginn bara miskilningur á þessu öllu sem maður var að gera, eða þú veist, og svo bara var þetta eitthvað leiðinda leikhús bara, þó maður verið sammála fólkinu, bara vandralt að horfa á þetta, skilur eitthvað, vefandi einhverjum fánum og flytjandi einhverja ræður, já, bara ekki gott leikhús og en sko svo maður sko en pólitískt leikhús er alltaf sko svo er alltaf það er pólitík í hvernig þú matar eins og ég segi það er ekki hvað þú gerir heldur hvernig þú gerir það sko. En að því við höldum áfram með sögun þetta fyrsta jobbið mitt á Íslandi þegar ég kom hérna ráðalausins og sagði áðan sko nýlendur og vissi ekki neitt og alltaf á leiðin til Grikklands til Póllands og gæti ekki farið þangað upp að við 45 ára sumars þá hitti ég fyrstu menn sem ég hitti, Sveitur Rúnar Hauksson og Tolli og okkur fleiri og við gerðum rockherinn þá þetta haust var sko í ágúst, ég man ekki hvernig þetta var átt að stefna í stóra tónleika rock gegn her og ég og Gí og Guðjón Pedersen tókum að okkur að gera leikhús í kringu þetta allt saman sko. Þetta hefur verið rifjað upp á Rás 2 núna held ég með viðtali við Tolla og hérna Já, svo kom og Saga Hestur þar var ég var búin að gleyma þessu, fór að sjá myndir aftur því að þetta var nefnilega mjög effektíft götuleikhús. Ég hafði náttúrulega verið að fást svolítið við götuleikhús og þekkti þessar aðferðir og Site Specific og Danmörku og svona og kannski eina fyrirmyndunum að þessu var, ég held að Gíu hafi séð það líka, það var Sólvognin sem var Kristjaníu leikhúsið, en gerði mjög skemmtilegar svona pólitískar uppákomur. Til dæmis þegar Nixon kom til Danmerkur þegar þeir mættu á indíánahestunum allir og röðuðu sér. Þetta var svona stór aktivista leikhús og jólasveina sjóið þeirra var nú frægast. Þeir fóru allir jólasveinabúning og fóru inn í búðirnar að gefa bara börnunum dót úr hillunum, var allir handteknir og dótnir að spyrja okkur að handtaka jólasveinin. Þetta var svona uppákomin leikhús þeirra tíma, kannski innblásturinn og hugmyndin okkar. Nema hvað við Gíu og förum og söfnum liði og fáum bara eitthvað 25-30 vin okkar og Gerður í Flónni, þessi minning hennar, hún græjaði fyrir okkur búning, hún var í einhvernum viðskiptum í Hollandi og fekk kamúflagsbúninga á alla mannskapinn og hjálma og við dressuðum alla upp og svo tókum við þessu bara mjög alvarlega og fengum inni upp í Hagaskóla í leikúmisalnum og fórum bara að þjálfa alla einhverjum
hergöngutöktum og smíðum út í velsmíði ykkur eftirlingar að svona einhverjum sískotabissum sko, og þetta var sem sagt bara svona pop-up leikhús sem að virkilega virkaði því að það vissi enginn hvað stóð til sko, en þetta átti var að hugsa bara svona sem kynning og auglýsingar og upptaktur fyrir þessar tónleika sem voru á Laugardegi og á fimmtudeginum þá birtust við og búin að skipuleggja þetta allt og ég kunni tryggja því að verið í svona út í Danmörku að byrja að fara að tala við lögreglustjóra og fá leyfi fá skriflegt leyfi fyrir þessu ég náttúrulega sá hann aldrei hvað við varum að gera þetta bara hvar við yrðum og hvenar og hvernig og þetta yrði fyrir akandi farþega og alveg þessari umferðar og þetta klukkan þetta og upp á Klambratúni á hádegi og þarna verðum við á 30 manns og honum var þetta bara voða spennandi eitthvað götuleikhús fyrir fólkið í borginni þannig við fengum upp áskriftina og svo byrjum við klukkan 6 morguninn sko, og við fengum líka herbíla við fengum nefnilega trukka það var út af því það hefði verið gerð kvikmyndum sumar, það ætla ekki verið koma strik eða eitthvað og verið notaðir einhverjir herbílar og við gátum einhvern veginn tengdust í okkur að fengið þessa bíla og svo vorum við bara út í hrauni þegar fyrstu farþegar og búin að tjekka á flug hvenær fyrstu vélarnar voru að koma þegar fólk var að koma og þá sá það bara hermenn út í hrauni bíla og menn með kort og kíki og bara einhverja aksjón og fengu þá það var byrjað að koma í útvarpinu strax tilkynningar og svo færðum okkur upp á skaftið og 9-leytið, rétt fyrir þegar hámarsumferðin var, þá vorum við á gatnamótunum hann, Árbær, Breiðholt og fyrir reigunum þar. Allir að fara í vinnuna og við vorum bara búin að plasera okkur, þá var lögreglan byrjuð að koma og þá vorum búin að segja strákarnir áttu aldrei, við bara Guillaume sjáum það, við vorum alltaf bara pappir hans, við erum með leyfi, bara láta okkur í friði, þetta leikhús og þannig við vorum ekki handteknir en komumst upp með þetta. En svo nefnilega bara við vorum svo stoltir af því sko, þetta var bara svo svona velskerð hérna á svona Mars, það var bara komið í útvarpi, reykingar athugið, engin ástæða til að panikera, þetta er leikhús, það er ekki hermið, það er ekki komið stríð, það er ekki, en hugmyndin var alltaf bara að minna þjóðina á, þið búið í hersetnu landi, það eru hermið, þið sjáu það bara aldrei, þið eru bara gata yfir, bara gera það sýnilega. Og þetta var ansi skemmtileg uppákoma sko og effektív. Og svo vorum við því að svo fekk maður alveg auka aðstoð þegar við vorum mann upp á Klambratúnum hádegið þá var þyrlur varnarliðsins byrjar að svífa yfir þegar við ekki að teka hvað er að gera sko. Við finnum bara vá, þvílík leikmynd en þetta er svona talandum pólitískt leikhús. Þetta er pólitískt leikhús. En af hverju hérna er það ekki ein af svona ansvarinu að pólitískt leikhús vilja bara fer úr tísku? Það þykir færi á sem neikvætt orð. Já, en það finnur sér nú oft leiðir sko. Það maður sér oft mjög sterkar pólitískar sýningar sem eru líka gott leikhús sko. Það er alveg hægt að gera. Það er ekki að halda því fram að pólitískt leikhús sé slæmt. Nei. Frekar að það hefði verið svona, sko. Við erum að koma út úr mörgum áratugum þar sem það þótti eiginlega að vera alveg botninn á öllu sko. Já, en svo eins og talandi Brecht sko, ég var með mikla fordóma bara, það er ekki þannig ég fór að kynna mér hann og stúdera hann svolítið. Og hann að þinga alltaf að gera svona Brecht-verkefni og þurfti að bara, eða söttu ákvaða, nú ætlum ég bara að tjekka á þessu. Og kemst að snildinni, sko, hann fattar, til hans eitt af því fyrsta sem hann fattar er leikhús verður að vera skemmtilegt. Númer 1 og 3, þess vegna er hann alltaf með sína músík og Kurt Weill með sér, tónlist, sækir innblástur í kabarettana og bara alls konar skemmtilegri Weimarlýðveldisins og kunni þetta. Og svo fer hann að þróa þessa leiktækni, því ég er nú svo hugfangin að henni sko, þennan fer fremdung effekt og hvernig leikarinn á að leika verði einhvers konar double agent og það er mjög flókið. Og ætlar að reyna að leika svona eins og Brecht vildi að leikararnir sínir í Berlín Ensembli léku, þetta var mikil þjálfun og krefst mikil að þjálfunar og er svona allt önnur aðferð heldur en kannski þessi meginströmm Stanislavski sem er svona í sálfræði eða fattar þetta er svona alveg ákveðin stíl og hann skildi sem betur fyrir eftir alls konar skýrslur og skjöl og hvað það er að skoða þetta svolítið hvernig þeir unnu og þjálfuðu sig í þessu og það er frábært leikhús sko. Þessi ferfremdung effekt gengur þú til ofta að vinna gegn textanum sko, þetta er svona, þegar maður tekur svona eitt banalt dæmi til þess að þú lest texta kæru félagurum hér saman til að gera byltingu og eitthvað þess að væri ræð þú tekur textan og þetta liggur beinast við að öskra þetta svona sko en brektíkisleikar hann myndi, við erum hérna í kjallarðam og enginn heyrir þetta er búin líf og dauða, heyrðu, félagi við erum að fara að gera byltingu, þá fara áhörundur að hlusta sko, í staðan fyrir öskran þá hvíslar hann og alls konar svona hlutir sko, hvernig þú gerir hlutinu og þessi framandleiki, það var náttúrulega bara mikið í því að sýna okkur fram á fáránleika tilverunar með því að þetta er svo kemur absúrdismin náttúrulega þetta er svona að mikið að snúa á hvolfhlutum og skúringakonunar allir komið vindilinn og sittur upp á skrifborðinu að láta forstjóran skúra á gólfi sko, eitthvað svona myndir sko sem að sko, brektisleikur gengur alltaf úr spurningamerki
spurningamarki, þú ert að horfa og það fyrir hausinn, sko. Það fyrst og fremst leikhús fyrir heilan, ekki tilfinningarnar. Hann var mjög meðvitað að vinna gegn því, sko. Þú yrðir ekki, sko, gamla hugmyndin leikhús sem að fer bara aftur í Grikkina og Aristóteles. Hvað tilgangurinn með þessu? Það þessi katharsis sem raunverulega tilfinningaleg hreinsun. Þú samsamar þig einhverju, finnur til samkenndar og reiði og haturs út í eitthvað gott og illt og þessi tilfinningalegi rússíbani einhvers konar hreinsun. Þannig að þú færð katharsis, leikarinn færð það, þú færð það og gera það betri manneskju, sko. Það svona tilfinningalegu. Þessu fer Brecht alveg gegn. Þetta stór hættulegt, segir hann. Þetta tilfinningaklám allt saman. Nei, það svo hættulegt. Þú getur logið svo fólki, sko. Þú getur verið að sýna einhverja staðalímyndir og þú gleymir þeirra því að þú gleymir henni gagnrýnu hugsun. Þú hugsa bara, svona heimurinn, sko. Já, þjónninn svartur auðvitað og þjónustustúlkan svona og kallinn klappar hann á rassinn. Svona bara heimurinn, fattaru. Því að þú ert að lifa þig inn í einhver ástarsögu eða eitthvað drama tilfinningalega, sko. Selja þér sátt við óbreytt ástand. Já, með svona tilfinningunum. Þannig að hann vildi, sko, að allan tíma þú stígur í leikhús, þú ert mjög með þetta, þú ert í leikhúsi. Það bara verið að sýna þér hluti og þú átt ekki að tengast í tilfinningarlega, heldur áttu bara að vera að hlusta, horfa og spyrja þig spurningar, sko. Og verkin sem hann skrifa, hann sér tilgangum minn, leikriti sem ég skrifa, eru til þess að breyta heiminum og ég vil segja að þegar áhorfandinn kemur út af, ég er að sýna honum heiminn sem ómögulegur, þannig ég vil að áhorfandinn upplifi það þessi heimur ómögulegur, það hægt að breyta honum og hann kom með það út úr leikhúsinu, sko. Þennan möguleika að heimurinn sé. Þú nefndir áðan annan svona pólitískan höfund, Darío Fó. Já. Hann líka mjög pólitísk og hann fór, sko, hann kemur náttúrulega úr ítölsku hefðinni, komið til Arte sem þetta spunaleikhús og allt það hann alveg ættir að rekja aftur þangað. Gamanleikur og hann notar húmorinn náttúrulega alveg óspart, hann meira svona í trúðleik kannski, Maestro Buffo, einleikur sem hann var með. Þannig hann notar komedíuna bara mjög beint, þetta yfirleitt gaman leikir sem hann semur og leikur og aðferðin hans meira á einmitt, svona svolítið byggð á þessu komið til Arte, svolítið stórkallalegu gaman leikur og hérna, jú, en hann til dæmis var í tísku, ég held að hann sé voða mikið komin úr tísku, ég held að þetta fá mig í huga að fara að gera Darío Fó í dag, sko, en þannig myndi það ekki virka það? Jú, eflaust, það verður nú gaman að skoða. En að því hann kemur úr þessu, hann kemur úr pólitísku leikhúsi og hérna, ég man ekki hvort að fólk munið að þegar hann fekk Nóbelsverðlaun, ég meina, það var alveg eiginlega, viðbrögðin þegar Dylan fekk það. Hvað hefði verið að henda Nóbelnum í eitthvað svona söngvara villising? Hvað hefði verið að henda Nóbelnum í eitthvað svona leikhús, dauft leikhús? Það var rosaleg svona andúð hvað þessari, það þótti bara ekki nógu fínt, sko. Darío Fó þótti bara ekki nógu fínt fyrir Nóbelin. Nei, já, það má vel verið, ég mani þetta ekki alveg, hvernig þetta var, sko. Þetta var seint á 10. Ég sá hann, það var mjög seint, sko, en hvort það var búin að fá þau, þegar ég sá hann síðast, sko, það var á einhverju svona leikristaþingi í Kaupmannahöfn, sko, það var rétt áður hann dó, þá var hann eiginlega, var afboðuð kom hann svo þingi, eins og hann var að deyja á spítala, hann búin að fá eitthvað hjartaáfall, svo mætti hann bara, leikar að mæta alltaf. Þá bara kom kallinn og átti einhver ár eftir þá, sko, hann var svona, kom og hélt hann að ræða, var alveg ógleymanlegur og sem sagt, svo bara fór hann beint aftur og bara aftur nú spítalann, hann bara tók sér frí. En ekki hægt að setja upp verkin hans aftur? Jú, eflaust það, ég hef bara ekkert hugsað út í þetta, sko. Það var reyndar gert ykkur kringur hrun, þá tók einhver sér til og sett upp við borgum ekki, svona, það var kannski viðeigandi þá, sko. En hann alltaf skrifaði, hann var svo mikið líka, hann var svolítið svona spöggstofan, sko, hann var svo mikið að skrifa inn í tíman, hann var að skrifa atburði bara líðandi stundar, framleiti rosalega mikið, skrifaði mikið af verkum og þetta oft bara dægurmál, svo stjórnleysingi festa slísförum og svona, það bara verið að referera í eitthvað sem að gera, gerðist bara, hann var svo fljótur að bregðast við, sko. Já, þannig að þetta kannski ekki alveg með svona, kannski skortur einhver leiti svona þetta klassísku vítina, sko, þetta svolítið svona. Það gæti nú einhver leikhópur tekið þetta sem snýr þessu svolítið á hvolf og endursemur þetta. Já. Svona einhver í þínum anda. Já. Reyndar gerðum við það nú pínulítið sem náttúrulega enginn fattaði. Það var þarna þegar við gerðum sýningu Guðmundur og Geirfinnsmálinu mitt. Það var svona prólóg eða formála sem var út í annarri byggingu, sko. Byrjaður að horfa á svona inngang. Það var allt mjög innblásið af Darío Fó og þá var ég með þessari löggur og svona þetta var svona hálfgerð skrýpó, sko, svona grín, svo fært yfir í hitthúsið. Svo gekk maður á milli hérna. Gekk maður yfir í hina bygginguna, þetta var svona ákveðið intro sem meira segja byggði á, sko,
ákveðnum atburðum og sögum þegar við vorum að tala áðan, þessum yfirheyrslum sem fólk lenti í og svona, hvernig ungu blaðamaður sem lenti hann í klónum á löggunni, sko. Sjón skrifaði með þessa litlu sinu, sko. En hugmyndafræðin var og fagurfræðin og allt, það var svolítið, við vorum að vísa í tíman, þá var Alþýðuleikhúsið var þá, sko, með sinn stíl og þetta og Daríó Fó og við vorum svona svolítið að leika okkur með það í þessum kafla sýningarinnar, sko. Þú hefur líklega mist af Alþýðuleikhúsinu, þú varst út í útlöndum. Já, en þau komu út í Kaup, ég kynnist þeim fyrst, þau komu með einmitt skollaleik til Kaupmannahafnar þegar ég þar og það var svona fólk sem ég þekkti og kynntist. Það pólitískt leikhús. Já, það var pólitískt leikhús. Það það sem að gerast á sama tíma og ég hérna í mínu sprikli í Kaupmannahöfn þeim árum, sko. Svo þá voru það Arnór og Þórhildur og þetta litla kompani með skollaleikinn og allt það. Svo var þetta svona stærra batteri. Ég kom eitthvað aðeins að því þegar ég kem heim, þá var það ennþá til, sko. Og það voru miklu fleiri leikarar konur í hópinn og þau voru að sýna Hafnabíó og gerðu Don Quixote og það voru með svona, þetta svona það sem hann reið eftir öllum salmum og svona mjó, hérna, ég veit ekki hvað það kallað, svona sem Mick Jagger vill hafa þetta þegar á tónleikum að geta farið svona út í salinn. Já, svona rampur ykkur, hérna, þau voru þar. En eitt að því eins og með Daríó Fó og svona, þá náttúrulega list sem að þjónar samtímanum, getum við sagt, og sem náttúrulega dæmd til þess að úrildast og verða fiskinn. Það núna, talandi pólitískt, akkurat bara núna á Íslandi, það voða mikið hinseginleikhús, sko. Og það náttúrulega pólitískt. Já, með sýningin ykkar, ég tengi það nú líka við Arnar Pétur, með stún alveg stórkostleg. Já. Og rangja því en ég veit að núna á að fara að frumsýna, sko, sterkt að benda upp í Borgarleikhúsi, svona, sem svona, maður hægt að tala hinsegin leikhús og hvernig Snæbjörns búin að vera með. Þetta þá kannski, ef við erum að tala um Ísland og í dag, það verður bara ákveðin pólitík í næstu helgi, held ég. Já, ákveðin svona pólitík, þessi kynja pólitík og svo gerir fólk náttúrulega, sko, það sem að oft, sko, svarið þá oft tekin ákveðin klassík á vissum tíðum, þess að Antígóna alltaf leikinn á stríðstímum, skilurðu, og það svona verið að taka verk, nú ekki alveg kynnt með bara nógu vel, verkefnum, sko, stóru leikhúsinu í vetur, sko. Skammar þríðingur heitir þetta sem við erum að tala núna. Já, skammar þríðingur, já. Sem þeirra setja upp, sem hinsegin leikhús. Já, og en svona annað pólitískt leikhús í dag, sko, þá það alltaf, sko, leikhúsið fyrir mér það bara alltaf pólitískt, þannig séð, sko. Meiri segja, sko, gamaldags, íhaldsamir, farsar by the way, pólitíka sem leitist, það bara status quo, skilur, það verið það svo hættulegt, sko, þegar það var það sem Brecht var alltaf að berjast gegn. Það áhrifaríkasta pólitíska leikhúsið það sem heldur því fram að þú getur ekki breytt heiminum. Já, einmitt. En það sem mér langaði til að spyrja því að pólitíska leikhúsið það að vísa yfir í samtíman og bara dæmt til þess að endast ekkert og það svona einhver hugmynd í listinni að listin eigi að vera einhvern veginn eilíf. Jú. Og hérna það sé hinn raunverulega list sem einhvern veginn svo sammannleg og næri yfir tíma og yfir bara allt og snertir okkur sem að pólitíska listin kannski ekkert að fjalla Þannig að líka spurning hvort að hún hafi þótt ekki vera nógu góð vegna þess hvað hún sko, hvað við að segja, svona fiskinn. Hún eins og gamanleikrit eldast til dæmis ekki vel. Nei. Það bara valla að maður getur hlegið af 5 ára gamalli gamanmynd. Það eitthvað, svo náttúrulega nokkra sem að lifa, en það ótrúlega lítið hlutfall. En það getur líka verið það að listinni hafi ekki þótt vera að tala svona bara beint inn í samtíma sinn og vera með svona referensa bara beint úr því sem að áhorfandinn tekur með sér inn, heldur að listin ætti að vera frekar svona það sem að maður skjól frá heiminum, það sem að maður kemur og fer eins og maður sé að fara inn í kirkju eða maður sé að fara að njóta einhvers, stundum eins og alltaf að tala bækur í kiljunni, alltaf að tala eins og svona konfettkassa sem við eigum að njóta svona einkanlega. Ég vil aldrei tala bækur sem svona með erindi út í samtíman eða bara í þá umræðu eða pælingar sem við erum með í heiminum. Já, ég held að sé nú svo sem alveg pláss fyrir þetta allt saman, sko, og hérna þú getur farið í leikhús á ólíkum forsendum, sko. Svo getur leikhús líka bara yppast upp á þig. Þú ert að labba í kringlunum og það bara pop-up leikhús í gangi, skilur. En hérna, sko,
Ég er ennþá að velta fyrir mér hvað að pólitíska leikhúsið hafi farið úr tísku. Það þótti ekki gott í leikhúsið að vera pólitískt. Já, svona ákveðið pólitískt leikhús allavega. Já, svona einhvern veginn, þetta er hvað stimpla maður setur á hlutina, sko. En svo er leikhús til dæmis eins og bara, að þú tala hvað eldist, sko, og skoða bara grísku gömlu harmleikina. Þeir byggja náttúrulega ekki kannski samtíma viðburðum en viðburðum úr sögunni. Þetta er allt eitthvað fólk sem einhverjir herkonungar og eitthvað, sko. Þetta er verið að setja upp aftur og aftur og aftur, en það er einhver pólitík í þessu. Þetta er barátta góðs og ills og þetta er alls konar hlutir. Og svo eru menn endalaust að setja þetta upp og það er svolítið gaman að skoða sko, á hvaða tím, hvaða verk er verið að setja upp. Þú veist, í kreppum, hvað er verið að setja upp á styrjaldartíma og svona. Þetta dúkkar alltaf upp aftur og aftur og aftur. Klassíkin. Já, klassíkin. Og til þess að ég sagði Antígón er alltaf sett upp þegar það er stríð og fá að grafa bróður sinn og allt þetta sko, og ákveðin verk. Og þetta, þá eru þau notuð, það er sko til þess að tala inn í samtíman, fattaru, finna leiðir, leikstjórar finna leiðir til að nota gömulverk og klassísk til þess að verða hápólitíska sýningar. Maður hefur séð margar sýningar á Þýskararnir eru mjög duglegir við þetta, sko, þýsku leikhúsi. Þetta var svolítið hérna eftir hrun, þetta eru brennuvarkarnir og svona, en svo líka sem að mér varst eiginlega að koma sterkast út að svona ameríska klassíkin hérna, hún allt í einu varð svo sterk, ég veit ekki af hverju það var, sko, það var bara eitthvað í... Og það var ekkert bara hér, það var svolítið út Evrópu, menn voru alltaf að setja upp Kött og heitu Tindhæki og hérna Styrkan Endi Sæjar og allt það. Það virkaði eitthvað öðruvísi, sko. Ég veit ekki alveg, en hérna, en talandi yrkin í tímann, til dæmis sýning sem að Lafloki gerði, það var í kjölfar hrunsins, hún fór nú svolítið fyrir, ég held að fólk meðtók það ekki alveg, hún fékk ekki alveg kannski þau viðbrögð sem maður hefði viljað, ufsagrýlur. Sem að Sjón skrifaði fyrir okkur og með okkur og það var bara hreint, það bara metafóra hrunið og hvað myndi gerast og framtíðarspá sem stóðst, þau kæmu allir aftur og allt þetta. En frásagnar aðferðin var mjög súrealísk og þetta var svona fantasíu heimur og já, áhorfendur voru ekki, þetta fekk ekki alveg svona kannski, þetta var svona kritikerar voru svolítið vissi ekki alveg hvernig þetta nálgast þetta fekk ekki, það var ekki svona hittari, en það var ekki kannski stemt að því sko. En þá vorum við algjörlega bara að fjalla akkúrat samtímann og framtíðina, eða það var svona pólitískt leikhús myndi ég segja, skilur, í þeirri merkingu sem við erum að tala um núna, en þetta voru allt metafórur og myndlíkingar og sem ég veit ekki alveg hvort fólk gerðist alltaf okkur skip út á sjó, sko, þetta voru uppsagnirnir hverjir þær voru, þetta var svona eins og hálfgerð hryllingssaga eitthvað, sko, þá kom að þetta voru útrásarvíkingarnir, þau voru allir þarna að vera dælur úr þeim saurn, það var svona stólpípu aðgerðir, það var mikil skatológi og svona sem kannski Íslendingar voru ekki alveg vanir, sko, það voru að leita gullinu sem þeir áttu, sko, grísja það út úr saurnum og þetta var svona, já, en það var alveg... Var þetta sett í Hafnarfirði? Já, þetta var í Hafnarfirði. Já, ég sá þetta, sko. Já, þú sást þetta, já. Já, og hérna... Herðu, ég ætla aðeins að fara að þú varst að tala tónleikar gegn her. Já. Þar er verið á svona, það sem er friðarhreyfingar til, sem eru á móti stríði. Og þetta var einhvern veginn í kringu 1980. Já. Og meira þess að árin á eftir að þá var töluverð sterk friðarhreyfing víða og líka gegn kjarnorkuvá og læknar gegn kjarnorkuvá og alls konar stéttir og svona. Þegar maður horfði tilbaka að þá vorum við miklu fjær kjarnorkustyrjöld heldur við erum í dag. Bara það er ekki hægt að líka því saman eiginlega, sko. Við erum svo nálægt í en af hverju er ekki andstaðan? Já, ég veit ekki, þetta fólk sé bara svolítið lama, það sé bara einhvern veginn, ég veit ekki, hún er kannski að verða til, hægt og rólega. Kannski bara leikhúsið búið að samfara okkur það, leikhúsið sem er í fréttunum alls staðar, að þetta sé eiginlega bara eðlileg þróun í átt að sko styrjöld. Við höfum bara undirbúið til styrjöldina. Fólk segir það stundum hérna við mig. Það eru margir stokknir á þann vagn, það er meginstundum það bara, sér allar Skandinavíu, það eru bara allir að fara undirbúið undir stríð. En svona kannski þeir sem að ekki þar held ég bara ennþá svolítið bara svona lamar og áttu hvar samla maður liði, hvað gerum við, sko, hvernig fyrir við að þessu, sko. Núna er þarna einhver floti að sigla niður á Gaza til dæmis og svona, sko, það er einhvers staðar alltaf eitthvað að gerast en já, ég held að þetta sé bara svolítið freðin af bara hvað get ég gert, maður finnur bara til vannmáttar, ég held að við séum bara
þessi margir. Mér líður þannig, bara fyrir óbúslega vanmætti. En hitt leikhúsið sem að samfara okkur þetta sé í lagi, það náttúrulega mjög sterkt. Jú. Því ég ræði þetta stundum hérna við Rauðaborðið. Já. Og tala þú veist að það allir eins og herfóringjar en enginn eins og diplomat og hérna þingi var að senda frá sig einhverja skýrslu öryggismál og það var ekki minnst á frið, það var ekki minnst á að við ættum að hafa eðlileg samskipti við hérna þjóðir og ríki sem við erum ósamla. Og þá segir fólk eitthvað, ég meina Svíarnir eru bara að búa sig undir hérna stríð og það verið að fólk eigi að hafa hérna mat í 3 daga og þá þetta notað sem náttúrulega bara hluta okkur leikhúsi sem hefur verið þetta allt búið til náttúrulega, óttin alveg bara keyrða okkur ótta og allir bara, og það náttúrulega alveg eftir að stjórnveginn náttúrulega óttin, ég meina þetta ekki aðeins bara kíkja aðeins á söguna, ég meina hvað gerist á þessum tímum í Þýskalandi og allt þetta, þetta er bara alltaf óttin að bara fólk gerst hrætt og þá bara þetta stýraði í allar áttir, sko. Já, það náttúrulega leikhús að segja við fólk að þú verður að eiga mat fyrir 3 daga, saxböndað í dós. Og ég meina trúðurinn hann í Ameríku, þetta er allt sjónarspil og sviðsetningar, þetta er bara leikhús fáránleikans bara sem hefur alveg, og bara allar þessar falsfréttir og allt þetta sem í gangi, þetta gerðist svo hratt, finnst mér, sko, að maður bara ringlaður eiginlega, sko. Hvað, já, og viðbrögð þess vegna kannski erfitt að átta sig á hvernig það á að bregðast við þessu öllu, sko, því þetta einhvern veginn svo mikið úr öllum áttum og hvað á að gera eiginlega, hvað er til bara Peace Brother einhvern veginn. Kærleikur, ef maður finnur nú það svona aðeins vegs, maður sér samstöðufundi og svona, fólk það, því að, sko, ég held að hér til dæmis, ég held að langstærstur hluti þjóðarinnar bara, ég veit ekki, ég hef enga statistik fyrir mér því bara vill þetta ekki. Það vill enginn þetta þjóðamorð á Gaza, það allir á móti þessu. Það einhver örlítill minni hluti sem að gaggar og galar mjög hátt og lætur mikið fyrir sig, þetta eru örfáar ræður. Það við viljum þetta ekkert, en einhvern veginn kemur það ekkert í gegn. Bara stjórnvöld líða ekki. Og það hlýtur að vera víðar en bara þessar litlu eyju. Ég meina, ég held að megin þorri almennings út um allar og út um allan heim bara sé, það vill enginn stríð. Nema náttúrulega stríðsherrarnir, vopnaframleiðendurnir og ákveðin. Já, þetta náttúrulega gengur allt út á vopnaframleiðslu, peninga og business einhvers staðar hjá einhverjum sækóputum sem hafa enga samkennd og skítsamu mannlíf, sko. Ég held að ég svipa við að stökkva á vagnin með þeim, sem náttúrulega fáránlegt. Ég held að ég svipa við Úkraínu, það verið gera kannanir þar sem að fólk var mjög ósátt við að Íslendingar væri að kaupa vopn. Já. Og það kom nú fram í forsetakosningunum, var svolítið svona þema í umræðinu þar og það voru allir á móti því held ég nema Katrín Jakobsdóttir. Og síðan sér maður líka að maður kannski að horfa á fréttinnar og þar einhver ráðamaður að tala eins og herfóringi að við verðum bara að sigra á íveldinum. Svo fólk í Kringlunni spurt, þá finnst mér enginn taka undir stríðsæsing stjórnvalda. Þannig að þetta er mjög undarleg svona, en þá þetta komið með sem leikhús. Ég man að það var mótmæli í vikunni, í síðustu viku, í Frakklandi. Og var eitthvað að skoða hvernig verður að fjalla það. Og það var svona hægri pressan á því að það hefði nú verið fáir þarna, þetta var svona 550.000 manns kannski og var ekki, náði varla 60.000 manns í París sem að þykir ekki stort á þeirra mælikvarða. En svo var það vinstri pressan sem sagði að þarna hefði tekist að búa til farveg fyrir andúðina gagnvart stjórnvöldum. Þarna ertu náttúrulega með mótmæli eiginlega sem leikhús, þar sem hugmyndin er svo að þú verður að, ef þú ert með ósætti við stjórnvöld og svo með almenningarna sem er bara óanaður, að þá er það hlutverk mótmælana að búa til farveg fyrir mótmæli. Því ef þú skilur þið eftir og getur ykkur annað gert það náttúrulega, eins og var gert í London sem var mótmæli gegn innflytjendastefnu. Þannig að það þarf að vinna með það að ef að almenningur er ósáttur við stjórnvöld þá þarf einhver að vinna með það. Því annars á það sér enga farveg og veldur bara eiginlega svona uppgjöf meðal almennings. Það finnst það eins og það bara skiptir engum alveg hvað við gerum og þetta vopnakaupa brjálaði og þú komst inn á þaðan og Íslendingar bara hörðin að kaupa eitthvað vopn og fullt af peningu, sko. Fyrir, í vor bara, þá var því ég sitt í stjórn Félags íslenskra leikstjóra, sko. Það var svona Norðurlandar, við hittumst, það eru frá öllum félögum á Norðurlöndunum, sko. Og það var bara, það fór allt í það, þau voru öll, sko, þetta voru Finnar, Svíar, Norðmenn, Danir, frá Norðurlöndunum.
Og stóra máli var bara ofboðslegur niðurskurður allstaðar til velferðar og menningamála því að það fer allur peningur í herinn og vopnin og allt. Þetta er alltaf, það er náttúrulega bitna fyrst og fremst því þegar að fara að dæla peningum í eitthvað stríð. Það verður fyrstur í barðinu, velferðarmálin, menningin, allt þetta. Ég held að þessi stefna Bandaríkjanna að þröngu Evrópu til að eyða peningunum í stríð til þess að brjóta niður velferðaríkið og listirnar og allt ræðið. Algjörlega Þetta er bara menningabilding. Og þetta að gerast bara einhvern veginn opbúslega hratt fyrir svona nefðamanni og hvað maður að gripa inn í þetta og hvað er hægt að gera. Og öll stjórnvöld í Evrópu bara fagna þessu sem er eiginlega alveg óskiljanlegt. Það er enginn sem málsvar Evrópu í þessu máli. Herðu, má ég fara aðeins í sko ég spurði áðan þú varst í Póllandi og fylgjast með þessu mikla listamanni sem endanum hætti að setja upp sýningarnar. Heldur, var undirbúningurinn var verkið. Já. Af því að ég hjó eftir þessu þegar þú sagðir þetta, því ég var nýbúinn að lesa skáld sem var viðtal við hann, þar sem hann sagði að sko ljóðið skiptir engu máli. Þetta yrkingin er listin. Þannig að það sem ég skil eftir á blaðinu, það er ekki neitt sko. Það er listin. Þegar ég að yrkja, er listin. Og mér bara því að þú sagðir þetta og þá allt í einu myndi ég eftir þessari setningu frá þessum Ég held sko að þetta verið meðan blessaðan kallinn Grotowski sko sem að þegar hann fer út í leikhúsið, hann sagði þannig einhvern veginn sjálfur sko, og hann hafði verið að leita að einhverjum kjarna og sannleika, hann var svona langveikt barn sem hann lá í einhverjum indverskum fræðum þegar hann var ungur og svona hyllaður á einhverju indverskri heimspeki og svona dótari og leitaði einhverjum kjarna og sál sko, og hann sagði það var ekkert tilneitt, það var ekkert kennt í háskólanum það sem ég vildi læra, ég held að ég kannski ekki næst í að fara að stúdera leikhús. Þannig að hann kemur náttúrulega skriftum forsendum inn í þetta allt saman sko. En fer svo að fara sína eldskírni í Moskvu í leikhúsinu, Stanislavski Arvin allan beint í og fer að gera leikhús sko. Og hann byrjar þarna og hann á þetta tímabil þar sem hann að gera þessar sýningar, þar sem þetta fátæka leikhús sem kallað og strippa niður og þetta þó nokkra sýningar. Hann gengur einhvern veginn alltaf lengur og lengri í að skilja leikarann eftir. Og svo einhvern veginn heldur þetta bara áfram að þetta fer, hann fór að gera, það spila líka inn í þetta, þessi örlög, sko, ég þannig þegar ég komst ekki aftur, þú veist þarna, sem það segja ráðan, eftir að verið og Jaruzelski og herrlögin kom og svona, þá fór að höggva líka á þennan hóp, sko. Það voru erfiski og þau leysa hann upp 83 formlega og þá fer hann til Bandaríkjanna, þessi hópur sem hafði unnið mjög þétt saman frá 59, sko, í það getur hafa spilað inn í líka, að þau ákvaða að leysa upp þetta samstarf og fóru hvert að gera sitt og hann fyrir til Bandaríkjanna og endaði svo á Ítalíu. Hann hélt þessari tilraun sinni og rannsókn áfram en ekki fyrir áhorfendur á einhvern veginn. Það var komin að einhverjum þröskuldi sem ég finnst svolítið gott sko. Því að hann segir sér að doktorsverkinu mitt sko hélt nú var djúpstæði rannsókn á þessu sko samanburður á aðferðum Stanislavskis og Grotowskis. Því að það var alltaf stilt upp þannig að hann væri svona infant terrible sem gengið þvert á allt sem Stanislavski var að gera en ég vildi meina annað. Hann farið með lengra. Já, hann hefði bara akkurat byrjað sem hann hætti og þróa það áfram og það endar út úr leikhúsinu sem er svolítið erfitt fyrir leikhúsfólk að kyngja því það bara hætti leikhús að vera til og þetta er bara orðin einhver svona þáttöku gjörningar einhverjir en það er til ennþá hópar þó hann hafi dáið þarna 99 sko, það eru lærisveinarnir halda áfram, það er til niður á Ítalíu sko, það er ennþá hópar að vinna og það er Grotowski Center í Wrocław í Póllandi og svona en já, þetta fór sem sagt einhvern veginn mista hann á, hann hafði kannski aldrei neitt sérstakann áhuga á áhorfendunum á bara leikarunum og því öllu saman en svo kannski þessu stefnumóti og stilla áhorfendum því að áhorfendur voru alltaf sko meðan hann var ennþá að gera það sem við kallum hefðbundna leiksýningar sem var svolítið nýjung líka hjá honum að hann sko byrjaði, hann fekk þegar hann kemur sprenglærður og hann þetta var náttúrulega Sieni sem dúksaði náttúrulega í leiklistarskólanum í Moskvu og kemur hann tilbaka þá er kerfi í Rússlandi, nei í Póllandi þannig þetta er ríkisreiki og það eru leikhús í hverjum bæ og Reykjavíkinu og hann fær strax leikhúslumráða í litlum bæ og svona lítið bæjarleikhús og þá byrjar hann því það þetta var kallað leikhúsinn 13 raðar Theatre of 13 Rows því það voru 13 sætarraðir leikhúsinu og fyrsta sem hann gerði var bara að rífa þær allar út og henda þeim út og gera svona black box og sýningarnar sem hann gerði, hann vann alltaf náið bæði með arkitekt og dramatúrg Ludvig Claesen að hann hannaði hverju sýningu og var alltaf hugsuð sko afstaða áhorfandans og leikarans þannig að hann raunlega setti alltaf áhorfandan í eitthvað hlutverk
á þess að leikarinn, þú kannski gerði þig grein fyrir því. Þetta er hvort þú varst stilt upp og horfðir niður, það var svona svo nautabanahringur, þú var að horfa á einhver átök, þau voru þetta eins og dómsalur, þú sast eins og í réttarsal og þetta væri, þannig að það var alltaf hannað rýmið, þannig hvernig sjónarhorn áhorfandana voru, hvort þú voru að horfa upp og leikarna niður á það og í raunverulega einhverju hlutverki. Eins og þú gerðir í Geirfinns sýningunni. Jú, kannski, já. Að og svona lengst gættan það var það, þú veist, það var eins og svona peeping tom, það var svona búið að setja einhverja hler, þú veist, að horfa í gegnum svona rifur, það var raðað í kring, þannig að þú varst að kíkja, svo það var eitthvað svona ættir ekki að sjá, sko. Þannig að svona ómeðvitað var áhorfandinn alltaf, settur í eitthvað svona eiginlega þannig séð hlutverk, að hvernig þú horfðir á sýninguna, sko, því var stýrt. Þannig að tók þetta allt í burt og eins og þessi sýning sem ég var að lýsa fyrir þér, sko, þá var ekkert, það var bara, þú bara fannst þér einhvern veginn stað á gólfinu eða stóðst eða sast eða bara barst með leiknum einhvern veginn þetta rými. Það var ekki lengur og það var líka síðasta sýningin, en hún gekk sko alveg, þeir gerðu þessa sýningu til 69, ég sé hana 81 eða 2 sko, þeir léka þetta alveg árun saman og mörg þessi verk og voru alltaf að þróa þau og breyta þeim og bæta þau og lifðu lengi sko. Þessi sýning var sýnd alveg þangað til að hópurinn leysist upp 83 held ég sko. En það er undirbúningstími, svo eru sýningar. Að því vorum að tala svona counterculture og svo svona kannski að meginstraumurinn sé meira kommersial núna heldur en kannski nokkuð tímann áður. Að þá er mælikvarði á því hvort að sýningar séu góðar hvað er ganga lengi. Hvað er ganga lengi. Jú, það er náttúrulega ákveðin part af þessu leikhúsið sem er hérna rekið og ég meina, við lifum í heimi. Þú hefur ekki alveg lifað í þeim heimi. Nei. Áttu einhverja metsölu sýningar? Þetta er allan enn tíma, Rúnar. Já, en ég stefni ekkert að því, sko. Ég tek gæði fram með mann. Já, þannig að þú ert hérna á æfingatímabilinu og svo ertu bara með nokkra sýningar. Já. Það er ekki mælikvarði á því að sýningi sé góð ef hún er sko 50 sýningum. Já, sko, ég held að gæðin líka ekkert endil í því, sko, hvað það farið mikið á áhorfendum. Ég held að það sé ekki alltaf endilega málið, sko. En auðvitað gaman að koma. Þau segja það í leikhúsunum, sko, stóru leikhúsum verða að beygja sig undir það. Auðvitað er það þannig, sko. Og við náttúrulega lifum í kapitaliskum heimi sem að hvað er kapitalismin að bjóða okkur upp á. Hann er neyslu og afþreyingu, þú veist, þetta er bara svona ríkjandi einhvern veginn umhverfi sem við lifum í. Þú vilt ekki vera í þeim heimi? Nei. Hvernig gengur það að vera ekki í þeim heimi? Sko, auðvitað er maður í honum. Neysla maður, ég fer í súpermarkaðinu og kaupi matinn og allt þetta, skilur en og afþreying, auðvitað leggst ég upp í sófa og glápa okkur lögguseríur og svona sem er afþreying í mínum huga, skilur maður þarf það líka, en það er meira til, sko. En svona rekstur á þessum stóru leikhúsum, sko, þau hafa náttúrulega sitt lögbundna hlutverk og því miður þá er það hér þannig, sko, að bæði þjóðleikhúsið hefur náttúrulega bara hefur ákveðin lög það hvað þau eiga að gera. Borgarleikhúsið hefur svona kannski aðeins meira svigrúm. En í báðum tilfellum þau nota opinbera styrkja en þeir eru ekki það háir að ég man ekki prósentutölur og svona það er ansi stór hluti sem þarf að vera sjálfsöflunarfé. Þannig að þeir þurfa að selja svolítið mikið af miðum. Þeir eru settir, ég held að viljið ekkert endilega sko. Eða þú ættar við. Það þýðir að þeir þurfa svolítið að fara inn á ákveðið svið og gera hluti sem að og þetta er náttúrulega alveg ódeilt það hvergi heiminum leikhús aðsókn og hér. Þetta er alveg rosalega merkilegt. Hvað kemur mikið af fólki í leikhús og þá er kannski sko að þið geta alltaf hægt að vera að bjóða upp á einhverjar djúpkrufningar eða fattar þið, það þarf að samt er það stundum svona sýningar sem að þetta er ekki bara farsar og fjör sem að stundum eru sýningar sem að bara fíningar ganga bara 60 skiptið eitthvað. Já, og bara að sjá síðasta hittara stóra nýju líf hans Bubba. Þetta er bara fín, flott sýning, mjög flott, þú veist, þetta er beint til að þetta er músík sem allir þekkja, þetta er ákveðin söngleikur, Þetta er ekki allt saman drast. Þetta er alls ekki það, þetta var óbúslega bara velunni sýning og flott og bara naut þess að sjá hana sko, og skilvel og þjóðin fór og viltist á þetta og sá þetta og það er bara gott, þá fekk leikhúsið pening í kassan og allt það og þá er þessi peninga notaði náttúrulega kannski að taka aðeins meira áhættur á minni sviðunum og svona eitthvað sko, reyna að gera eitthvað annað kannski, heldur en sem er ekki alveg háð því að þurfa að ganga í 2 ár. En þetta er ekki þinn tepolli eins og sagt er? Nei, ég reyni yfirleitt bara þegar við erum að gera sýningar, sko, Loki náttúrulega gengur út á margt annað en að gera leiksýningar, byrjaði nú uppalega bara sem svona
ykkur síendurmenntunar grifja fyrir leikara bara að koma saman og þjálfa og ætlum ekki að fara að gera sýningar og bara beðin það og þetta verður nú að þróast út í það og þá reynum við bara yfirleitt alltaf að reyna að fjármagna sýningunum, það í gegnum styrkjakerfið og eitthvað svona, þá erum maður að fyrir að stað með sýninguna og þá virkar það þannig að maður komið með fjármagn sem maður gerir fjárhagsáætlun fram að frumsýningu, það er þetta borga öllum hlutaðeigandi leikurum og öðru slíku og eftir frumsýningu þá það maður alltaf tekjurnar sem kom inn, maður að fara í að borga sýningakostnaðir, leikar að fá launin fyrir, maður að reyna þótt að það gangi með því að sé allavega svona hálfur salur og svo bara undir hælanlagt hvernig þetta gengur, hversu oft og mikið og þetta sýnt og hérna við erum verið bara oft heppið, við höfum 8 sýningar sem hafa alveg gengi og það er oft verið, við höfum oft þurft að hætta bara út af húsnæðisskorti, fattarðu, þetta er svona, og skipulagsmál og það sýning sem við gerðum hérna fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan stóru börnin, infantilisma, Lilja Sigurðardóttir skrifaði, það var svona sýning sem varð mjög vinsæl og ég meina við höfum þá samið í Tjarnarbíó eitthvað, ég man ekki 10-15 sýningar og það var alltaf fullt hús og þá var svo erfitt að hvernig við getum tekið hann upp aftur því að húsið er alveg margbókað og það var eitthvað það er eiginlega of lítið Tjarnarbíó fyrir af því að það er búið að loka öllum öðrum sinnum og það er bara Tjarnarbíó eitt eftir sko. Það er eini staðurinn, þannig meðan við höfum að býja og þá tókum við nokkur leikasýningar og ég held að við gert það í tvígang eitthvað svoleiðis sko. Og það stóð jafnvel til og það var ekki ennþá búið að sko, það var ennþá eftirspurn bara út af svona hlutum, við erum bara að hætta og svo man ég hafi fengið að því að leikmyndin var svolítið sérstök, þetta voru svona húsgögn í vitlausum stærðum og svona, við fengum að geyma það einhvers staðar. Svo er allir maður að fara að vitja þegar það var búið að henda. Þetta svona, einhvern veginn var sjálf hægt á endanum, skilurðu, og það hefur oft verið ástæðan, sko, við höfum kannski sýnt, svona x marga sýningar og verið alveg ágætis aðsókn, en bara ekki aðstæður til þess að keyra þetta áfram. En það er yngra fólk og kannski þú þegar þú varst yngri sem að, er ekki með styrkina til þess að borga laun á æfingatímabilinu. Þannig að fólk situr upp meðal í Tjarnarbíói. Sýningar, sem er ekki búin að koma króna inn og svo er opnað og seldi miðar og fólk er náttúrulega meira og minna bara að gefa vinnu sinni. Jú, það er bara veruleikinn, sko. Og þú sér, það er ekkert, og það er ekkert, þó ég er náttúrulega hundgamall, ég er ekkert alltaf að fá styrk, ég meina sýningin sem þú sást, við gerðum hana bara, það var eiginlega ekkert þannig. Þannig að meinar að já, þetta sem þú varst að tala síðast hommasýningur. Já, og við höfum alveg gert áður sýningar bara á þess að hafa neitt annað en bara gefa okkar vinnu í það, þannig, það er nú orðið lengra síðan. Þannig var þetta nú bara þegar maður var ungur, maður bara gerði þetta og svo kom bara á sjóinn. Ég vann svolítið mikið þannig fyrst ára á Íslandi, það var að vinna með einhverjum svona leikhópum sko og svo bara í lok leikásins, það maður bara skuldaði húsalegun og allt, þá bara skellti ég mér á net í 1 mánuð eða 2 í lok vertíðar, borgaði reikningana. Það var þá og hérna áður en börnin komu. Breytti tíma, áður en börnin komu og svona, maður gæti eftir þetta kannski. Og hérna en eins og í dag sko, akkurat núna ég kom hlaupandi hérna frá því að ég er að skrifa umsókn í Svíðsildasjóð og þetta er einu svona ári sem maður hefur tekið verið að senda hann inn, það er núna fyrsta, býða svo frá í janúar sjá hvað kemur út úr sko, það eru 100 og ég veit ekki hvað tölurnar, 170 umsóknir eitthvað og það eru kannski 10 sem fáið eitthvað, þú veist þannig og það þörfin, þú veist og það er þannig að maður getur ekkert gert neina kröfu til að fá eitthvað þaðan sko og hérna svo er þetta oft eitthvað bara hluti af því sem fólk er að sækja sem það fær sem er okkur starfslaun tengd þessu ekki þannig að þetta er alltaf undir fjármagnað og hérna sko ég lærði það nú kannski grót og eitt af því sem lærði þar þáttakalösunum sko, gerum neyðina að dyggð Hvernig gerir maður það? Já, eins og í leikhúsinu, það þurfi ekki allt þetta drasl og allar hana kostnað og allar raungerðir og allt þetta að þú getur hvað þarftu, helst rými. Ég líka bara unni heilmikið á götunni úti og eins og þetta sem að segja frá síðasta sem ég gerði á Takmatorgi atvinnu. Maður gerir þetta bara á götunni, maður hefur ekki húsnæði eða einhvern veginn finna sér alltaf leiðir og hérna já, ég gera neðan að dig, það er að vera ekki alltaf að væla og kvarta, maður finnur leið þá bara að gera hlut, læra að gera. Það gefur alltaf, við erum opbóðslega mikið í endurnýtingu, við erum ekki að kaupa hluti, við erum að nota eitthvað, fá að lána eitthvað gamalt, hirða gamla leikmyndir úr leikhúsunum, endursmíða þær og svona fattur það er að gera hlutina líka ódýrt sko. Ertu sáttur við það sem þú hefur en ekki verið að sýta það sem er að gera það kannski svolítið bara að fagurfræðinni, það sé partur af fagurfræðinni skilurðu það sé ekki sko neyð og maður skammir sér eitthvað fyrir það hvað þetta er fátæklega leiðum þú vinnur með það skilurðu að gera það að parti af Rúnar, ég hef spurt fólk hvernig mann finnst eftir sér
Já, Hvenær manstu fyrst eftir þér? sko það minning, mynd sem kemur sko. Ég veit ekki hvað ég verið gamall, ég hef ekki verið farin að ganga. Minningin svo að ég með svona leðurbelti hérna utan um mig og snúra, þetta var gert við börn í þá daga, maður setti svona belti og þetta var að kenna krökkum að ganga held ég. Ég man eftir svona rauða galla og ég man eftir mynd hérna, bara meðan ég sit úti og þetta var svolítið einhvern veginn svona veður, svolítið svona rigninga eða svona ekki þungt yfir. Og ég þarna eitthvað og ég að reyna, ég fastur og byrja að æpa. Varstu það bundið við staur eða? Já, þetta var bundið, reyndar við sko, ég man það í það miklu smáatriðum að þá voru húskynt með olíu, það var svona niðurgrafin olíutankur utan húsið og krani og ég held að bandið hafi legið þangað. Og hvort ég misti eitthvað, ég var eitthvað að reyna að komast, ég var ósáttur, ég fannst ég fastur. Og margir bræðra voru að hafa gert þetta dýrstu kvöld lífs þeirra að koma spurtur verið kannski svolítið leiðarstef í lífi mínu síðan, svona einhvern veginn að brjótast úr þessum fjöturum og komast eitthvað. Þetta svolítið merkilegt, þetta alveg fyrsta minningin, sko, hún gömul og hún sönn, ég veit það, sko. En svo man ég svona eftir ýmsum brotum, svona, sko, fyrir 5 ára, maður skiptir svolítið ykkur tímabil, sko. 5 ára verða kvörf, þá fyrir ég einhverja svokallaða tímakennslu og fyrir að læra að lesa og eitthvað svona árin fram að því var maður svona heima og þar á ég voðalega fallegar minningar að sko, ég sem sagt fæðist þannig inn í kalda stríði 56 sko, þá var faðir minn nýbúinn að byggja hús og ég sem sagt eiginlega fæðist bara inn í þetta hús. Þetta þau fluttu jólin, fæðist vorið. Og hvar þetta hús? Í Njörvasundi, inn í Sundum. Og það merkilega sko, þarna uppi ég og alveg upp og fram á unglingsár ég flytta heimann ekkert á menntaskólaárunum úr þessu húsi, en núna bý ég í þessu húsi. Ég fór svona í hring. Hver vegur að heimann vegurinn heim? Já, ég er búinn að vera þar núna síðustu, já, bara 20 árin einhverju, síðan 2005 held ég. Já, móðir mín var alltaf hana og semst þetta var svona í fjölskyldunni og ég hafði aldrei reiknað með þessu sko, ég myndi enda þarna aftur. En það atvikaðist þannig að ég já, komin heim. Var þá sagan svo að þú komst heim og settir á þig beislið? Kannski, já. Setja á mig beisli og fórst í garð og vera þar í beisli bara. Svo ég týnist ekki þegar ég já, hérna. Nei, já, svona minningar og mjög góðar minningar. Sko. Ég oft, sko, einhvern veginn, þegar ég lít tilbaka, sko, þá finnst mér, sko, æskan svona fram til 12-13 ára aldurs, þetta bara svolítið svona aldingarður en Eden, sko, já, bara góðar bernskuminningar, sko. Fram að svo byrjar blúsinn, sko. Fram að kynþroska. Já, eitthvað svoleiðis, sko, þá verða mikil kvörf. Ég var, sko, á þessi fyrstu 5 ár, þá var til dæmis fallegu minningarna sem ég á, það var maður sem ég heit Lárus Lýðsson sem byggði þetta hús með föður mínum. Það voru ekkert blóðskyldir en ráku saman verslun, svona félagar, byggðu húsið í sameiningu, hann bjó upp á lofti. Og hann var svolítið mikið heima við, var hann svona að missa heilsuna, hann átti mjög gott bókasafn og svona minningarnir ég fekk bara hanga uppi á honum og hann var að lesa fyrir mig, satt í hægindastól sem ég reyndar á en þennan hægindastól sem hann satt í uppi, hann núna niður í íbúðinni minni í Njörvasundi, gamall ansi góður stóll sko og þar var hann að lesa og hann las mikið þjóðsögur og svo las hann valdakafla úr Íslendingasögunum og svona endursagði sögurnar. Og ég satt svona á gólfinu og teiknaði alltaf það sem hann var að lesa. Þetta eru svona minningar sem ég á, því að ég slapp við að fara á hérna, leikskóla, sko. Leikskólinn Brákaborg alveg, hann liggur girðingin í bakgarðinum, þannig á milli, og það átti að setja mig þangað. Mér leist ekkert á það, fór niður að girðingunni og öskraði bara Lalli. Það var þessi Lárus, þá kom hann út og kipti mér yfir girðingunni og ég fór ekkert aftur þangað. Fekk bara að setja upp í á honum í staðinn, sko. Það eru svona góðar minningar fallega. Svo fór ég alltaf í sveit á sumrin, sko. Og það var hérna, í endurliti álít mér hafi gert mér mjög gott, sko. Í endurlitin var ekki gott að fara í sveitina? Jú, það var það. Ég var alltaf hlakkaði til og svona, sko. Þegar ég, svona í minningunni allavega, þá þetta fyrst og fremst, og þegar maður fer að hugsa þetta, sko, hvað var í gangi þarna, ég var voðalega heppinn. Ég veit, þetta var náttúrulega á þessum tíman í kringur upp úr 1960, sko, þá fórum við bara í sveit. Krakkarnir, allir mínir kunningjar og vinir í skólanum og bekknum, til ykkur ættingi og fólk var mjög misheppið með það. Sumir lentu bara í, veit ég, alls konar erfiðum og traumatísku situasjónum og guð veit hvað, sko. En ég var hérna hjá ákaflega góðu fólki á fallegasta stað á Íslandi, í Kirkjubæjarklaustri. Og þetta fyrir hringveginn alltaf, þannig að þetta bara enda á þau rót. Þetta var alltaf æðislega falleg náttúra sem maður lifði í. Þetta blindgata? Já, þetta var sem sagt, það var bara lómagnúpur, þar endaði vegurinn, sko. Það var ekki komin þessi kapli yfir í Hafnarfjörðinn, sko.
Þannig að þangað átti fólk ekkert mikið erindi og þetta var bara malavegur, ógulega langt ferðalag á þessum tíma komast alveg dagsferð sko, farðast á mótnan og komið miðnætti, keyrir þetta á 3 tímum eitthvað leið sko. Það og þarna náði maður í bara skottið á 19. öldinni hreinlega sko. Það voru ennþá systurnar á Heiði, bjuggu bara Hjálgerun Torkova og voru allar búin að finna upp hjólið sko, voru með hérna 6-rindar einhverja hjólburur og það voru bara, þannig að það er svona gamli tíminn og svo bara þessi óbúslega náttúrufegurð, Lómagnúpurinn, Öræfajökullinn, bara út eldhúsgluggann og hinum megin Mýrdalsjökull, sveiti milli Sandars, Systrastappinn. Og líka þetta bara örnefni sem tengdust hverju fótspori, sko, sagan var svo lifandi, þetta allt Systravatnið, Hrynningurinn var og allar þær sögur, sko, Systrafossinn og Systrastappinn, Unnutnagrafnar og bara einhvern veginn, ég held ég að vera svona fengið, ég verið mikill náttúruverndarsinni, sko, svona náttúrun, maður fekk náttúrun einhvern veginn, náði sterku sambandi við náttúruna, þannig í sveitinni, sko. Sem ég tel dýrmætt og svo þetta sem í dag þið kannski bara að kalla barnaþrældómur og væri bannað og guð veit hvað sko, maður ætla að láta þeim vinna en ég held ég bara haft alveg opbúslega gott að því þetta var ekki þrældómur í mínum huga, þetta var það voru fleiri krakkar á bænum, frændsystkini mín sko, frændur 2, annar aðeins eldri og hinn yngri og við vorum hana og það var þú veist að börnum hana á staðnum og við tókum bara þátt í þessu öllu saman og þetta var bara stórkostlegt, maður fór alltaf að byrja að fara í fjósið á mótnana sko, og þetta fyrir mjaltavélar, það var bara handmjalta fyrst, svo komu í mjaltavélar einhvern tímann manni á þessum árum. En svo þú veist, við móka náttúrulega flórinn og alltaf en að labba og eftir beljónum, fara með þar vestu fyrir Systrastappa, þetta var það ekki þrældómur, Skaftáin, þarna hugsaði maður margt held ég sem gutti sko, horfandi á skýin og röltandi eftir beljónum og skiljaðir eftir Vestavinnstappa og svo náttúrulega var heiskapur yfir háannatímann og þá var djöflast og þurfti ofta að vinna lengi og mikið og þetta var svona, ég held þetta bara maður hafa haft opbúslega gott af þessu og búið svo að þessu því að þetta voru alhliða störf sem maður fór í það var einhvern tíðan eitt sem var að mála þökin á fjárhúsunum og allt þetta smíða, girðingavinna og maður var svo sjálfbjarga þegar ég fer að heiman einhvern tímann sko mentalflóðunum fer að búa með vinnum mínum og maður gæti alveg dytta svona íbúðir og maður bjargaði sér sko. Ég held sko maður fann þegar þessi kynslóð þegar það var svo farin að kenna og svona fyrsta kynslóð sem fór ekkert í sveit alveg opbóðslega ósjálfbjarga þessir úlingar það var sko krakkar í amma á eitthvað sem ég var að kenna vissi ekki hvernig nagli sneri hammar og eitthvað og svona sá þarna ákveðin skil sko eitthvað hroki en og svo skiptir máli að fólk kunna vinna. Já, þegar upp það skiptir líka máli að fólk hafi einhvern tímann haft yfirmann. Já, og það sem kannski aðalega þarna maður fann hlutverk. Maður hafði tilgang, bara sem krakki, skilur. Ég vissi, ég vorkenndi alltaf svo, það var einn og einn sem fór ekki í sveitin og þau voru bara einhvern veginn hangandi á götum borgarinn að reyna að finna eitthvað til að spila fótbolt og það var bara engin, fattarðu. Og svona ég vorkenndi þeim svo, þarna það var svona einhver tilgang og hlutverk. Maður, það var að koma rigning, það ná öll í hús og maður fór og djöflaðist og moka öllu heginu og maður kláraði þetta og gott dagsverk, maður fór og sofnaði og svona, já, þetta var einhver tilgangur sem maður hafði með lífinu og svona Það var líka að verða ekki þannig að ef maður var beðinn að gera eitthvað þá bara gerði maður það. Ég var eitthvað að hugsa það daginn sko, ég held ég að vera orðin sko bara 13 ára þegar ég fattaði að ég geti sagt nei sko. Já, einmitt. Maður gerði bara það sem maður var sagt að gera. Já. Getur þú passað í kvöld, já. Þú veist að maður þurfti að hafa bara eitthvað, maður þurfti bara að vera með skarlatsótt til þess að segja nei sko. En þetta fyrst og bara góðar minningar af þessu saman. Þá maður hluti af einhverju samfélagi þar sem maður ætlast til þess að maður geri eitthvað. Jú. Sem kannski það veikar núna, ég veit ekki. Já, veit ekki alveg. Það annað sem ég spyr fólk að þegar þú komst í heiminn upplifir þig elskaðan og velkominn. Já, ég held, ég verður nú bara að svara því játandi sko. Já, það var virkilega mitt nærumhverfi, þess vegna tala ég að ég á bara góða bernskuminningar og allt þetta svona 12 ára aldurs. Þetta var að vísu sko, náttúrulega samskipti barn og fullorðna á þessum árum voru allt öðruvísi í þetta. Það var ekkert mikið verið að ræða málinu. Kannski ekkert endilega heldur mikið verið að knúsa og kjamsa. En ég var heppinn að því leyti, þetta bara millist þetta fjölskylda sko, faðir minn rak verslun, móðurinn heimavinnandi. Það var svona það munstur sem var ólst upp við og svo svo bara heimurinn, mömmurnar heima og þetta voru flestar mömmurnar hérna í götunni og svona. Þetta var eitthvað sem manni fannst líka skrítið kannski og eitthvað sem það var að tala að heimur fullorðna var eitthvað sem mann kannski fannst ekkert sérlega sexy eða eftir svona verður sko. En
það var alltaf allt til þess, það var hugsað vel okkur sko, mamma stagaði í sokkana, setti bætur á buxuna, það var alltaf hrein föt, það var alltaf matur og borðum, þetta var bara öryggi það sem maður þarf og þetta var bara, já, ég held það bara, ég upplýði bara þannig séð, ást og væntumþykju og maður var svona öruggur en svo breyttist þetta allt mjög snögglega þarna, haustið sem ég er 13 ára. Já. Og þá dó pabbi minn bara mjög svona skyndilega og óvænt, bara bráðkvaddur, besta aldri. Viltu segja mér frá honum? Já, hann hét Guðbrandur Bjarnason og sem sagt kom eins og báðir foreldrar mínir koma sko, þetta er svona fyrsta kynslóð sko á mölinni, og þau bæði, er svolítið merkilegt, þau bæði lenti í því að vera svona, pabbi var næstelstur á 7 bræðrum, mamma elst af 4 systkinum. Og þetta var sem sagt svona bara verkafólk sem eru komin á og missa bæði föður sín ung og verða þar en endi svona þurfa að axla ábyrgð og eldri barnahóp og svona alast upp í svolítið kröpp kjör sko og pabbi held ég alltaf sko þurfti, hann er svona maður held ég sem hefði gjarnan viljað ganga menntaveginn og var svona alveg þau elementi í honum, hann las alltaf mikið og spilaði á píano og svona var svona bóhem í honum sko en hann bara þurfti að fara að vinna bara barnungur þannig séð og fór þá að vera einmitt heldur byrja bara sem sendisveitli á þessum Lárusi sem ég myndist á þann sem að byrja síðan með hann hús þá rak Lárus þessa búð, þá var þetta bara verslun sem að hann átti og rak seldi sig að slátufélaginu hana og þeir rákuðu þetta saman sem sagt, þetta var á Skólavörðustíg 22 slátufélagsverslun seldur heitum matur í hádeginu og svona og þetta var bara hans ævistar og hann synti því að miklu samviskusemi og þannig ég sá hann ekkert voða mikið, hann var farin út eldsnemma á morgnana sko, kom skust heim í hádeginu og borðaði eins og menn gerir í þá daga bara húsmóðurinn tilbúið með heita mat og svo lagði hann sig fréttirnar og svo kom hann aftur bara í kvöldmatinn og þannig maður sá ekkert voða mikið af honum okkar samskipti tengdust öll íþróttum, hann var gamall íþróttakappi sko, það verið markmaður og verið bæði handbolta og fótbolta og það voru okkar tengsl sko, hann fór alltaf með mig á völlinn og sérstaklega á veturnar að horfa á handbolta því að ég var svolítið í sveit á sumrin, ég misti svolítið þessum fótbolta út af því. Og þá hvað í Hálóalandi eða? Já, byrjaði í Hálóalandi, svo kom Laugardalsvöllinn sko. Þannig það var svona okkar bonding, það var ég fóð með honum á íþróttaleiki. Það var mjög kallalegt. Já, mjög kallalegt og svo hélt hann mér að þessu sko að æfa og ég fór að æfa handbolta á í Hálóalandi mitt. En þú minnstir náttúrulega að því að hitta svo aftur sem þegar þú ert orðið fullorðinn. Já. Þannig kynnast menn oft föður sín. Og ég velt þessu fyrir mig sko, hvert lífið hefði þróast eða þetta ekki gerst sko. Því hann var sko, hann var náttúrulega svolítið svona fastur fyrir og svona já, ég hefði ekkert getað farið þá leið sem ég fór hefði hann verið þarna. Þannig að þú komið og sóttu til fylkingarinnar? Já, ég hugsaði sko, Morgunblaðið kom lúna á hverjum einasta mótni, hann var sjálfstæðismaður og flóg meira en flokksbundinn, hann var í einhverju félagsstarfi þar og svona þess að vera neitt pólitík, en hann var óðarlega ljúfur maður og ég hef bara góða minningar á honum sko og samskipti okkar voru fín og allt það sko, en ég svona hugsa bara hvað fatturðu? Ég held að hann aldrei liðið sko, hann var svona ég var ofta að velta fyrir mig þegar ég var strák og ég myndi ekki bara og taka svo við henni og verði einhver verslunarstjóri og hvar hefði maður endað þá því að bara svona hliðarsaga að þér tala við þig sko að besti félagi hans sem rak aðra sem rak matvöruverslunina í slátufélagsbúðina í Hafnarstræti var Jón í matleidinni sem var síðan pabbi Jónasar í Bónus því hann var sonur hins, þeir voru félagarnir að reka búðirnar og ég var stundum að skotta til pappa, hinn var aðeins eldri, hann var hjá pappa sínum og þeir félagar tóku við og fór í þennan Þú hefði getið orðið Jóhannes í Bónus Þú veist hvað en en þetta er satt gerist og breytti mörgu, þetta var svo líka svo skyndilegt og óvænt fráfall og svona sló móðir mín alveg út af laginu og þetta þurfti svona, hún þurfti að taka sér svolítið tími að ná sínum vopnum og náttúrulega búin að vera inn á heimilinu allan tíman og þurfti kjark að stíga inn á vinnumarkaðinn aftur og svona sko. Þá fór maður einmitt að sjá kannski svona ákveðið óréttlæti heimsins og velta fyrir sér kynja pólitík og öllu. Og þá var hún einstæð móðir? Þá var hún einstæð móðir? Já, en við erum náttúrulega orðin stálpi, ég var 13 og eina eldri systir sko, sem var nú orðin, hún er 6 árum eldri en ég sko, já. En svona viðbrögum kom maður mótaður af tíðarandanum og það maður ekki verið neitt algjör vitleysingur en bara þetta kynjaform að ég man svona fyrstu viðbrög mín þegar þetta kemur þessi sláandi frétt og þetta sjokk. Ég er eini karlmaðurinn, shit, nú get ég ekki farið í menntaskóla eins og með langar, nú þarf ég bara að fara á sjóinn. Og eitthvað, það voru viðbrögum mín sko. Ég held að þetta væri bara, þar fór það. Ég hafði alltaf svona, ég gekk vel í skóla og svona var bókað biður svolítið og
Ég sé það fyrir mér að fara svona í Og þurftur að gera það? Nei, þetta var bara grillur í mér, sko. En ég þurfti svona að fara náttúrulega að vinna alltaf, halda vel á spöðunum, sko, vinna á sumrin og í skólafríum og vann alltaf með menntaskóla og svona. Og borgaðir heim? Nei, borgaði ekki beint heim, en svona sá fyrir mínu vasapenning, sko. Ég þurfti svona eiga fyrir skólabækurnar og svona, sko. Ég fekk ekki það heimann, sko. En ég fekk náttúrulega mitt herbergi og allt það, sko, og mat og fæði, frítt fæði húsnæði þannig séð, sko. En svona ég borgaði ekki beint í því en svona sá fór svona, svo flutti ég nú með vinni mínu, fórum bara að búa saman á menntaskólanum og þá var svona að reyna að sjá sig sjálfur, sko. En það að missa föður sinn, 13 ára, skilur það eftir svona hólu eitthvað? Ég held það hljóta að vera, sko, og sko, þetta eru svo aðrir tíðan, þá var það ekkert sem hét áfallahjálp, vissi ekki hvað það var og ekkert, sko, maður bara þurfti að díla við þetta. Og já, ég held, sko, maður bara beita á jaxlinn, það var eins og tough guys don't cry, sko, maður kunni ekki eins og gráta og það er svolítið merkilegt að, sko, já, maður ólst upp í þetta bara að vera harður kall og láta ekki sjá á sér neitt og svona og og ég man svona þessa daga fyrst eftir að það eru gestir að koma heim og svona allir að klappa mér á kollin, þú ert svo sterkur og svona, alveg Svo kom að jarðarförinni og ég man það, sko, það var og móðir mér og svona, það voru allir einhvern veginn undirbúið undir það að fara í gegnum það. Og ég var ekki enn farinn að fella tár, sko, alltaf bara. Og ég svona í jarðarförinni og svo þegar auðvitað var alltaf bresta og ég ætlaði sko ekki að fara að grenja framvinda fólk og leiða mömmu og systir mín út og kallmaðurinn í fjölskyldunni, sko, og þær alveg hágrátandi og svona, sko. Mann svo tókst á, ég komst út úr kirkjunni. Ég var nógu klár til að fatta það. Við fórum svo heim og átti að vera einhver erfidrykkja heima og það var svona einhver smá tími á milli og gestirnir kæmu og ég var þá með herbergi og upp á lofti í gamla íbúðina hans Lalla sem var líka löngu fallin frá þessi Lárus þarna var þar uppi og ég tók morgunblað dagsins og fór upp og ég sagði, nú ætla ég að gráta og það voru minningagreinar, sko, og ég fór inn í herbergi og lokaði að mér og ætlaði svo bara að lesa minningagreinarnar og láta allt út, sko. Þá gat ég það ekki kunni það ekki, það var bara stífla og mann ég var að lesa og á meðan hans minningagrein eftir hann Gest Guðmundsson á frænda minn sem var nú þarna jarðundaginn, fylgdi í síðustu viku. Ákaflega fallega velskrifandi maður og ég man að ég las þetta og þetta bara grét og það bara kom ekkert. Það var bara stíplað og einhvern veginn hélt svo lífið áfram og svo merkilegt, mörgum árum síðar. Ég var ekkert mikið að gráta, það liði alls konar líf, einhverju bóheimlíf út allt og þetta var þegar í Kaupmannahöfn, svona í þessari bóheimsku rútínu og ég man að við erum á leikferðalegi, leikhópur, búin að vera að keyra upp í Svíþjóð og eitthvað og vorum að fara niður að sýna í Árósum og þannig ég komin yfir tvítugt, sko, og það var bara sól og sumardagur og okkur leið ofboðslega vel og hann keyri í svona einhverju rúbrauði, ég sendi bíl og bara góði vinni mínu með og við áttum, sko, frí, það vorum ekki búin að sýna kvöldi, vorum að keyra til Árósa og áttum svo bara að gista þar var ekki sýning þar fyrir daginn eftir. Þetta var svona smá frí. Vorum eitthvað að fá okkur bjór hann í bílnum með eitthvað en við sátum og það var sól út í manni, vorum að keyra hann yfir eitthvað danskra akra og við líðum svona ljómandi vel. Allt í einu bara fer ég að hágráta out of the blue. Ég er rosalega vel í hann og það var ekkert smá. Það bara brustu allar gáttir og fólkið sem var með mér í bílnum, félagar mínir, leikarar, héldi ég væri bara, viltu hætta þessu Rúnar? Og ég gat ekki hætt og svo var ég var að kafna, ég held ég var að deyja. Þetta var þvílík andköf, þetta var þvílíkur ofboðslegur grátur og þau voru orðið pirruð og það alltaf gerði mig ennþá verri. Þau héldu þetta væri bara þau trúðu þess ekki að það væri hægt að gráta svona mikið. Og þau að stöðva bílinn og þau voru svona átt að segja að þetta væri ekki eðlilegt og það bara engin upplifað og svona. Farið með mig út úr bílnum, ég man á einhverjum akri, þar í Danmörku, Kórnakri svona og bara láta mig gera einhverjar öndunaræfingar og það bara hálf leið yfir mig og einhvern veginn tókst mér að þarna held ég að hafi bara verið að gráta út allan harm æskunnar, sko, og kannski þessa föðurmissin og allt saman, sko, bara eins og okkur stífla bristi og þetta svo skrítið þannig að það var einhvern veginn engin aðdragandi að þessu, þetta var bara einmitt svona augnablik sem leið opboðslega vel, búin að sýningin kvöldi að gekk og vel, ég er í góðum vinahópi, það var ekkert að ángra mig og einhvern veginn samt þá skaust þetta út, sko. Eftir það hef ég alveg getað grátið og græt bara ekki. Breytistu eftir þetta? Já, ég hef allavega getað grátið.
Eftir þetta, þess að Já, þarna ég man sko að svo kom við man ég að eftir þetta var ég bara eins og tómur poki og ég man við fórum til Árás og ég svaf, ég fór bara beint upp, ég held að við sofið í 20 tíma eftir þetta eitthvað svoleiðis og var ansi bara eitthvað að drösla mér á lappir síðdegis til þess að geta verið klár fyrir sýningunum kvöldið og var bara svolítið eins og skuggina sjálfum með, þetta bara var, já, þetta var alveg vankaður og eftir en velti þessu lítið fyrir sér þá, maður svona oft skoðað hlutin eftir á, þetta lífið hélt áfram. En eftir þetta þá ég alveg geta grátið þegar við á sko og hérna það bara mjög gott að gráta þegar maður þarf þess sko, kunna það, þetta bara kunni ég ekki og eflaust margir held ég karlmenn af minni kynslóð og sem kunni ég vel ekki enn í dag sko. Fólk grætur í leikhúsi og bíói í myrkrinu, er ekki sér, það er hluti af því sem að fólk sækir í leikhús. Það er ekkert að fundi tilfinningar sem er fundi tilfinningar með öðrum. Herðu, áður en pabbi þinn deyr að þá sérðu fyrir þér lífið að þú farir svona menntaveginn? Já. Að læra hvað? Ég vissi það ekki mikið því við myndist nú á hann Gest Guðmundsson, hann var svona stóri frændi mín, það var svolítið mikil fyrirmynd, ég er búin að hugsa svolítið mikið hann. Hann er ekki mikið eldri, þú er ekki bara nokkrum árum eldri? Hann er 5 árum eldri. 5 árum, já. Og hann var alltaf svona stóri frændi og ég leit mikið upp til hans. Stór glæsilegur maður. Já. Og svo átti ég líka reyndar annan frænda frá Klaustri, þeir voru svona eldri strákar sem var svona horfið svo að þeir voru báðir, fóru í menntaskóla og mér fannst eitthvað voða spennandi við þessi menntaskóla líf hjá þeim og það sem þeir voru að gera og bara svona gestur hafði alltaf haldið að með einhverjum bókum og hann var voða næs sko við litla frænda og verið sér aldurmunum, hann var alltaf gaman að fara vestur í bæ og fá að heimsækja stóra frænda og vera með þeim vinum hans sko að bralla eitthvað og fá að hlusta og alltaf mjög vel eftir því þegar hann spilaði fyrsta skipti Bob Dylan fyrir mig og svona hann var svona, já, þetta var fyrirmynd sem þannig ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að læra en ég svona einhvern veginn sá fram á romantík, svona menntaskóla eitthvað, já og eitthvað öll skáldin hefði farið í lærðaskólan og eitthvað svona bla 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 og læra latínu en það skráði ég mig í fornmáladeild kannski bara eins og stóri frændi sko eða eitthvað, ég veit ekki ég ætlaði að fara að læra latínu En leikhús? Já, það sko það er nú alltaf eitthvað fyllt manni sko, æskan var full af ævintýrum og ég held sko að því vorum svolítið að tala þetta með hann heim fullorðina sem mann fannst maður enga samleifi það vorum við alltaf að búa til okkar eigin heim strákaði hann í sundónum og svona þetta var náttúrulega þessi heimur benskunnar Njörvasund var bara neðsta gatan svo voru bara Móartún og Fjaran og svo stóð bara kleppur eins og kastalið hann út í Og meiri segja skipsflagg í fjörunni? Jú, skipsflugginn í fjörunni og allt þetta. Þá settum maður sér sjóræningahattinn og trésverði sko og svo voru indjónafjarir og í klettunum hann og Kleppi og það var Álfahóll og Steinahóll og þetta var náttúrulega heimur sem Einar Már hefur náttúrulega gert góð skil í sínum bókum sko. Þetta er nákvæmlega sá heimur. Og fullt af börnum sko, miklu fleiri börn heldur en í dag sko. Jú, þá var þetta alveg nýtt hverfi. Þegar það var sagt við þig að fara út að leika, þá gekkstu bara inn í barnaveröld. Barn í hverju einasta húsi og mér er svolítið gaman að ég býð þarna núna aftur í sama húsinu og það hefur endurnýjað sig og börnin mín er búin að ala þau upp þarna og ég er að fara aftur, ég er komið inn í hvert einasta húsi í þessari götu áður hérna sem krakki að heimsækja vini mína og svo þegar ég er að sækja mín börn svona fyrir nokkrum mánuðum þegar ég var lítil sko, heimsækja þeirra vini og þetta voru allt endurnýjað sig en það var einmitt já mikið barnahverfi og hérna ólumst þarna upp og mikið ævintýr og þá var svona og ég var í fótbolta og handbolta og þetta var svona ýmislegt en við sóttum mikið í svona með hlutverkaleiki, ævintýraleikir og búið eitthvað til. Ég held að veri viðbragð bara við þessum döll heimi kaldastríðsárana. Einhvern veginn, fattar við. Og maður þurfti náttúrulega að búið allt til. Það voru engar tölvur, það voru ekki síma. Maður bara skapaði sinn heim og þetta var mikil fantasi og svo las maður bækur. Og svo var leiklistin, jú, maður var látið leik í skólaleikurðum og svona, hafði svolítið gaman að því. Og ég hafði það gaman að þess að ég gekk í barnastúkuna Ljósið, númer 156. Ég var svona 9-10 ára og doblaði félaga mína með, sem var mjög skrítinn félagsskapur en það var að því að þar gat maður fengið að leika leikrit á altarinu í Langhólskirkju, eða Hrafnarheimilinu sem var þá tilbúið sko. Og þar vorum við og þá sér maður sko lengi, ég var að hugsa þegar maður sér allt svona í baksýnisspeglinum, hvað ég var að gera þar raunverulega.
að þá vorum við strákarnir, við höfum svolítið gaman að þessu saman, en þá var ég einhvern veginn komin svona í hlutverk höfundar og leikstjóra, sko. Við vorum að sjóða eitthvað saman upp úr einhverjum kokteilum af einhverjum skrýtnum þjóðsögum og brandarabókum og búa til einhverja svona sýningar og ég var ekkert endilega að tala um svona leikari, vinir mínir voru stærri hlutverkur, ég var svona að dúkka upp sem einhver gömul kettlinga eitthvað svona en svona aðalega halda einhvern veginn utanum það, vissi ekki einu svona hvað leikstjóri var, en svona komdu inn þarna með henn og sestu og setja á stól og ég átti alveg búningasafn, sko, haldið til haga svona gömlum skrýtnum fötum og einhverjum háalottum og var að setja einhverja hatt og þannig að leikhúsið var svona, bara svona eitt af fjölmörgum áhugamálum. Ég held ég hef ekkert gert mig grein fyrir því að maður geti eitthvað að lifa það þessu eitthvað. Eða reyndar, jú, fannst mér alltaf, það var mikil helgistund að fara í leikhús. Það voru stóru stundirnar, sko. Fjölskyldan fór ekkert í kirkju en það var farið í þjóðleikhúsið, Musteri, íslenskrar tungu. Það voru stóru stundir í minni barnæsku, sko. Það var alltaf mamma farið, það var búið að kaupa miðana löngu fyrir sem og leikskrá, ég var búin að alveg stúdera leikskránni, þekkti alla leikarana hver í hvaða hlutverki og þetta var, og maður fór í sparifötin og þetta var stór viðburður að koma hann inn í Musterið, sjá Stuðlabergi í loftinu og þegar fortjaldi fór frá og sjá inn í einhvern heim. Það var svona galdur, sko, sem að alla æskuna, en svo byrjar nú að hristast svolítið í þessi, mér kannski þessi verða svo mikil vatnaskil, því þetta er ekki bara það að pabbi minn deyja þarna, þú ert náttúrulega svipuð út aðeins yngri, en þessi ár, sko, voru, þú varst 12 ára, tókst fullnaðarpróf, fram að þeim, þá varstu barn, þá varstu í gallabuxum og lopapessu og máttur vera skítugur og gúmiskóm bara og eitthvað. Svo fyrir í gaggó, það er annarkvort annar skóli eða hinum megin í byggingunni eitthvað og þá ertu allt í einu ferð að safna hári og ferð að reykja og þetta og fermist og þetta var svona einhvern veginn, bara einhvern þröskuldur. Svona var þetta. Og hérna Þú eru ekki svona að segja sko, hvað maður gerði á þessum árum sko. Nei. Ég segi það ekki við börnin mín sko. Nei, þetta var skrítið og maður fór að gera alls konar hlutir maður alltaf engan þrokk og ekki tilbúin í það bara einhvern samfélag var bara svona, maður átti bara að gera þetta og það kannski bættist eitthvað við svolítið hjá mér, þetta dauðsfall föður míns og svona sem var tilfinningarólg og eitthvað en þarna akkur þegar ég fer þarna inn í gaggó sko og þá man ég byrja það var þeim tíma sem ég fer að fatta allt í að leikhús bara oft drullu lélegt. Þetta ekki bara þetta æðislega sem ég hafði ekki þorað að horfa gagnrýnisaugum á bara, þetta var svo stórkostlegt sko, en þarna byrja ég eitthvað að efast og hægt að finnast þetta alltaf gaman ég man eitthvað prótestur, við vorum í 13 ára eitthvað, þetta fyrstu vekkur í Gaggó þegar við gengum öll út í hlé af einhverju sýningu sem var svo leiðilega skólasýning og ég man líka eftir sko, það er 68 þá að ég nú fengið kannski fyrsta næstastefin að þessu sko, ég man til mokkið því að sko á Klaustri það var alltaf hérna þar sem ég er í sveit það var pósthús sko og símstöð á bænum aldrei var sáum póst og síma þannig að eitt af hlutverkum okkar í hádeginu það var alltaf að sortera póstinn í svona þar til gerð hólf og öll blöðin komu og þá komu öll dagblöðin það voru þessi 5 blöð, þú veist, Mokkinn og Tíminn og Þjóðviljinn og Alþýðublaðið og þetta kom allt inn á heimilið og við vorum alltaf að skoða þetta í hátíðinni, ég og frændi minn og ég man að þetta er tíma Víetnamstríðsins og svona, við vorum alltaf að skoða sko Þjóðviljinn, Mokkinn og lesa sömu fréttirnar og svo vorum við að diskutera þetta. Þú veist það sem að tala sigur áfangi þarna var bara ofbeldisverk í hinu blaðinu og maður var svona að reyna að átta sig á heiminum og einhvern tímann sá ég í Mokkanum 68 það var mynd á baka, það var þegar stúdendauppreissurnar voru í gangi og það var Jean-Paul Sartre á tröppum Þjóðleikhússins og fullt af stúdentum og fyrir neðan myndina stóð sko að Jean-Paul Sartre eitthvað ávarpa stúdenta og þeir kusu að gera þetta á tröppum Þjóðleikhússins sem er sko táknmynd borgaralegra afturhaldssemi og íhalds eða eitthvað svoleiðis sko. Ég maður þarna byrjaði að hugsa, Þjóðleikhúsið á það eitthvað borgaralegt afturhald, dauðstofnun eitthvað. Read the baddies. En þarna eins og ég segja á rúlinsárunum fór ég svona sjá sýninga, fór svona aðeins að efast þetta leikhús og því að kvikmyndaáhuginn tók svo mikið yfir sko. Menntaskólinn fór að sjá, fór að uppgötva svona aðra bíómyndir en Hollywood og fór að sjá svona kvikmyndir sem að Buñuel og eitthvað sem ég datt inn á og svo menntaskólaárin alltaf sessunautur minn var Friðrik Þór Friðriksson from Beck og var að keyra kvikmyndaklúbbinn og maður hafði aðgengi að það var eina leiðin til að sjá góða bíómyndir alltaf gegnum það og það voru mánudagsmyndir og ég fekk svona miklu meira áhuga á kvikmyndu heldur en kannski leikhúsi sko fannst svona leikhúsið einhvern veginn er kannski svolítið nema að 73 þá gerist hlutur sem ég held að hafi breytt lífi minni talandi leiksýningar sem geta breytt lífum hans. Þá fyrir ég fyrsta skipti til útlanda, það var ekkert á dagskrá hjá, mér lýst þetta fjölskyldum í Reykjavík að vera eitthvað að fara til útlanda, þannig ég hafði ekkert farið. Og gat safnað mig sjálfur einhverju sumarhýru, komst í einhverja góða uppgripa vinnu sumar og fer út til Kaupmannahafnar með einhverjum félögum
og það var mikil upplifun og mörg að segja þeirri ferð gerist margt mikið fyrstu utanlandsferðinni sko, sem búin orðin langþráð sko, eins og þetta margir bara þeirra voru að gera þetta dýpstu kvöð, lífstu þeirra að komast loksins komst maður og sjá þetta og þá var náttúrulega Kristjani að glæni og þetta var mikið að sjá og ske en ég dett inn á 2 leiksýningar sem komu mér algjörlega í opna skjöldu. Önnur var mín fars hús sem var Ódin-leikhúsið sem ég vissi ekkert neitt þá, þetta var ykkur útkverfi, bent á þetta og þar sá ég mynd þessa sýningu sem Ódin-leikhúsið gerði og þetta var bara allt öðruvísi en allt sem ég hafði séð áður, þetta var bara í mjög hráu tómur rými, einhverjir trébekkir, rústirka ljósapyrir í loftinu og svo bara komið hann einhverjir leikarar gerði eitthvað ég hef aldrei séð fólk að sem svona fyrir, þau bara sungu og dönsuðu og hlógu og gretu og einhver mitt rosaratuna og físik og læti og þetta var eitthvað svona orkusprengja og hvernig maður skilur eitthvað, þú veist, þau meira segja töluðu ekki tungumál, því að þau töluðu ákveðið volapygt tungumál sem bjuggu til sjálf sérstaklega fyrir þessa sýningu sem var einhvers konar imitation á rússnesku, þannig að þau höfðu uppalega ætlað að gera ykkur að Dostojevskí, ég man ekki eitthvað verk hans en vinnan þróast út í að þetta fór almennt að fjalla eitthvað ævi og líf Dostojevskís og þeirra eigi líf og þetta var svona sýning einhver sem að mér fannst bara orkan í þessu, þetta var stutt og opbóðslega kraftmikið og ég bara, vá, þetta er leikhús, hvað er að gera og ég veit beint á eftir, ég fór eitthvað að spyrjast fyrir og þetta hefði eitthvað með grótóskeggi, ég vissi ekkert hvað það var neitt að þessu, fór strax daginn eftir niður í stúdendabóksöluna í Kopenhagen og fann þarna Two Worlds of Poor Theatre eftir Jerzy Grotowski og já, hann er nú enn alveg sundurlesna. Fór sko að reyna að skoða þetta, meðan þetta var ofsalega, þetta fannst mér eitthvað, hafði áhrif á þannig að þetta er leikhús, svona leikhús, þetta er eitthvað annað en þetta dauða leikhús sem að ég var svona svolítið að svona sjá hérna í. Og svo var önnur sýning, og hún stóð í 12 klukkustundir og hét Josef Stalins líf og tíð á dönsku, The Life and Time of Josef Stalin eftir Robert Wilson. Þetta er áður en hann gerir sko Einsteinarnir Beats, hann er ekki orðinn frægur, hérna Robert Wilson sem átti eftir að verða mjög stórt nafn og er enn, var hann að deyja, ég man það ekki, það er alltaf einhver að deyja. Hún var endaði í Berlín, að stýra Berlínar-ensemblinu mitt, það var hans síðasta. En þarna var hann, þetta var sýning sem stóði mitt í 12 klukkustundir og var gestaleiksýning og það var nú ekki mikið að gerast á sviðinu í raun og veru, þetta var allt í voðalegum hægagangi en svona myndir og þetta er svolítið svipað því ég myndist þannig Kristín Delholm á svona visual leikhús einhvern veginn að þetta, ég satt hann og maður horfði á þetta og svo voru myndirnar að breytast að maður kannski svona upplýði uppgötu hann einhvern veginn þessar sjónrænu hlið, það var engin text í gangi þarna eða neitt, það voru svona bara einhver myndlist, lifandi myndlist og vittir, þetta var rosalega flott og þetta var maður þreyttur og fór út og þessi smókur svona kom inn aftur og það er svona bara einhvern veginn að sjá þessa hlið, ég man að þessar 2 sýningar þegar ég kom tilbaka úr þessari ferð þá var svona allt í hennu komin einhver allt önnur sýn og það var ekki aftur snúið? Nei, þetta var eitthvað sem ég vildi skoða frekar aðdráttarafl sko. Ég var að á 50. að vera að tala, komu söngvarar inn í heimsókn, við erum með það sem við kallum klassík rockar, það eru ungir tónlistarnemar sem eru með mér í þessu, þær stúlkur og svo erum við bara að tala um lífið og listina og það sem fólk er að gera. Og þá einmitt vildi það svo til að við svona gengum eiginlega hringinn og það áttu allir svona sögu, einhver sem að listin snerti og það var ekki aftur snúið. En svo getur vel verið að margir eigi svona punta en það er bara eltu ekki. Þetta er eins og þú getur uppgötuninn, þú getur uppgöta sannleikann eða fegurðina. En svo er það hvernig þú vinnur úr því, hvað þú gerir svo á mánudeginum sem að skiptir máli. Og svo er þetta alltaf líka eitthvað samspil af, þessu í mínu tilfelli líka bara tilviljanir og hvernig sko því að ég hef aldrei minnst ofta skrítið að lýsa tilbaka og vera að skoða lífslöf mitt sko ég hef aldrei verið þannig eins og þannig, ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að vera stór maður var of mikið bara alltaf í augnablikinu og hlutir einhvern veginn gerðust og maður barst svona svolítið eins og strá fyrir vindi sko en rak alltaf einhvern veginn lenti á réttu stöðum. Það er alltaf að vera jákvæð þá heitir þetta elta innsæi sitt? Já, elta innsæi sitt, jú, það er kannski. Og þú hefur gert það? Já, ég held það og bara átti að slísast í gegnum lífið? Já, svona slísast svolítið í gegnum það en verið ótrúlega heppinn því ég hef hitt rétt af fólkið og svona sko þetta er oft verið kannski basl og spýr þeir sem leyfa sér ekki að slísast í gegn þeir verða náttúrulega aldrei hefnir þeir fyrir alltaf að plana eitthvað og missa lífinu. Ég er voða lélegur í því sko að gera eitthvað plön og að halda eitthvað samskipt og skrifa og svona leyfa sér þetta verður alltaf bara fyllt með einhvern veginn sko að láta hluti gerast en til dæmis eftir þessa ferð og þessa upplifanir í
út í Kaupmannahöfn 73 sko, sjá þetta leikhús og fara að ná í þessar bækur og spá í þetta. Þá er ég svo heppinn að enskukennari minn í menntaskólanum var Sverrir Hólmarsson heitinn, þýðandi. Hann hafði einhvern veginn aðeins þekkt í þetta svolítið og fór að gauka mér einhverju lesefni og eitthvað aðeins rætt þetta við hann. Og svo kemur að því að við erum að fara að velja, kenna við vorum með leikfélag, stofnum leikfélag hana og hann ekki ómerkilegri formaðurinn Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og vorum með leikhóp og höfum verið með hann í 2 ára áður sko, fengið fólk til að koma og vera með námskeið og setja upp sýningar og svona og þarna var ungstúlka sem átti bróðir sem að hafi verið eitthvað komið nálægt Ódin-leikhúsinu og búið að reka hann úr konunglega leikhúsinu og farið til Bandaríkjanna og það var Árni Pétur Guðjónsson sko. Þar lágu leiður okkar saman sko, þá var ég bara hann í menntaskóla og hann er eitthvað aðeins eldri, 5 árum eldri einmitt gamalt bekkjabróði gestir úr jafnaldrar og hann kemur og þá liggja leiður okkar saman sko, hann fór að láta okkur gera þarna í gamla leikúðinsalunni í miðbæðaskóla MT alls konar skemmtilega hluti eitthvað sem ég tengdi við og svona við mikið hlegið að þessu síðan sko því við vorum báðir jafnvilsir sko, við sem ekkert vorum að gera en það er oft skemmtilega sko þú veist að hann það láta okkur gera eitthvað svona sem hann hafði fundið og ég svo fattaði ég því ég spottaði það sko þegar hann láta okkur gera hluti sem kom beint úr mín fars hús því að ég sé það þessari sýningu sem ég myndist á áðan sko við náttúrulega þetta byrja maður alltaf bara á eitthvað skonar eftirhermu og tilengar svo að reyna að gera eitthvað en þarna svona hitti smullum svolítið eins og flýsir rass svona leiklistalega séð og síðan voru þau að fara til Danmerkur í námi í dramapedagógi og ég fer á mitt ferðalag og þar liggja leiðir aftur saman í Kaupmannahöfn eftir að ég hef tekið 1 ár í Austurlandareisu sem ég byrjaði á 20 sko. Eins og hippar gerðu og ég var einn af þeim fáir sem fór alla leiðina á ægjandi í Katmandú sko labbandi út úr Kaupmannahöfn bara bam bam Á puttunum til Katmandú? Já, þannig séð. Við tókum einhver svona faratæki eins og fríkbás eitthvað frá Tyrklandi gegnum gamla keisaradæmið í Íran til Afganistan. Og fórstu einn eða nei? Nei, við varum samferða Halldór Ásgeirsson, myndlistarmaður. Já, sem bræðir Hraun. Já, sem bræðir Hraun. Endurbræðir Hraun. Endurbræðir Hraun. Hann var 3. strákurinn í stelpubekknum sem vorum í Mentó. Þetta var Friðrik Þór og ég og hann. Og við vorum miklir félagar og fórum saman allir til Kaupmannahafnar eftir bara leið og við vorum búin að stúdía sko, bara að komast burt eins og maður sá. Og við bjuggum reyndar sko fyrsta sumarið bara í Kristjaníu, í tjöldum, safna pening fyrir þessari ferð, það kostaði ekkert að búa í tjaldi í Kristjaníu og hjóluðum svo bara í vinnu og lögðum allt til hliðar og lögðum svo að staðum hausti sko. Já, fórum bara puttanum, eittum svo eiginlega öllum peningunum og í Evrópu til að byrja með, vorum í París í mánuð hjá vinum okkar og svona, þetta var einmitt en að ferða án fyrirheiti, við vissum ekkert að það væri gaman að komast kannski til Asíu, fara til Tyrklands, þetta var ekkert skipulagt sko. Og þarna voru náttúrulega engin vísakort og ekkert, það voru bara einhverjir ferðatjekkar og svona, þetta var mjög, ég hef oft svarað þegar það er spurt sko hvað ég hafi lært mest í öllum háskólum sko, það var þetta ár. Þessi ferð? Ég held að hún hafði ofsalega mótandi áhrif, bara allt sem það sá. Þannig þetta er svona klassískt það sem að ungir menn fara og leita sjálfum sér. Jú. Og þú fannst sjálfum þig? Já, nei, ég held ég nú bara... Týndur? Týndur bara. Nei, ég veit, en bara maður uppgötaði svo margt og einhvern veginn heimurinn og sjá þetta allt og jú, maður komstu þetta nær ykkurum hlutum og svo uppgötaði kannski ykkur alveg nýjar hlutur í sjálfum sér og fann sér en ég vil nú ekki segja að ég hafi einhvern veginn heilað mig einhvern veginn þarna. Svona bútarnir voru nú, þetta var nú svolítið sundrað allt en bara upplifanirnar allar skilu og þetta er svo nefnilega, ég er svo þakkláttur líka, ég er svo þakkláttur fyrir svo margt. Þannig að nægja að fara inn í þennan gamla heim sko, við förum í gegnum sko Íran sem við förum í gegnum, það er keisari. Þetta er rétt fyrir Khomeini og allt það sko, maður sá það. Svo erum við í Afganistan og það var bara eins og lappin í einhverja miðaldri í 1001 nótt, bara menn með sverð og hestar og bara einhver kyrst á þeim aldir alltaf, við erum ekki fyrr farnir að nú þegar rússarnir kom inn sko. Og þá byrjar þessi túðun og Khomeini kemur, þetta er svona rétt, þetta er 76-7 sko sem við erum þarna. Horfinn heimur. Já, horfinn heimur og maður náði þá allavega að sjá það og upplifa. Og svo var það bara mikið á ævintýrum og þvældist allt Indland og margar mjög merkilega minningar frá þessum tíma sko. Og maður lifði náttúrulega þessu fullkomni hippalífi á Góaströndum, bara strákófi og mánuður þar bara, klifri bín, pálmatrján á sér í kókosnetu og svona sko og endaði raunverulega upp í Himalajafjöllunum hjá ágætri íslenskri konu, Fjóla Bender, þetta minn á sem var líka bara eina af þessum tilvílunum, maður hefði fengið ykkur adressu og við ætluðum að heilsa upp á hana, þá bara bjóð hún okkur að vera, hún bjóð þarna í velmerkt vellistingum praktúlega sko, þannig að það var óslega margt sem maður kynntist þarna og sá og
og var líka mikið að reyna að brjóta þeim, það var mikið hlegið að mér því ég var alltaf að rogast með þessi hippar maður ferðast eins læt og mögulegt alltaf með stóra skjóðu fulla af bókum alltaf sligast bókaburði, það þótti mjög heimskulegt sko. Og týndi mér sér ekki eins og skilja þetta fólk var oft með eina bók og las og skipti og menn voru að fá nýjar en þetta var bara Artaud, Grotowski, Stanislavski ég var að undirbúa, ég vissi ég var að fara svo í leiklistarnám sko. Þannig ég var svona að reyna að lesa eitthvað leikhúsfræði og svona Þetta með að fara svona austur, það hluti af þessum tíma, það svona hugmyndum gagnrýnin á okkar lausnir, að það sé ekki réttar og þess vegna þurfum við að finna hvernig aðrir hafa gert þetta betur, það eiginlega tilgangur með að fara austur, eða ekki? Jú. Sannleikurinn sé svolítið faninn fyrir okkur. Já, líka bara öll þessi rómantík í þessu, þessari hippa eins í þessum tegði sér svo víða, bara músikið bara Dorsing, Step on Through to the Other Side og allt þetta, Rimbo, ruglið, skinnfærin meðvitað og einhvern veginn bara stíg út úr þessum þægindaramma og vestræna þessu neysluheimi sem var ekki sáttur við og leiddist, skilurðu, og bara einhvern veginn að, leita að einhverju nýju, öðruvísi upplifa eitthvað annað, öðruvísi orku og eitthvað annað og Það var skemmtilega að finna sjálfa sig því nú bara það sem ég var að segja. Ég las það einhvern veginn daginn, það var eitthvað sem sagði það að ég myndur aldrei fara að leita sjálfum mér. Það miklu áhugaverðari hlutir í heiminum heldur ég. Það er ekki endilega víst að það finnst eitthvað stórkostlegt inn í manni sko. Nei. En þarna náttúrulega, nú kynnist það líka bara sjálfum mér að setja í svona gjörólíkar aðstæður. Bara það sé bara eðlilegt að sofa á moldagólfi og þetta og þú hefur ekkert annað en þig og náttúrulega þessar bækur sem varst með en þú verður að bjarga þér já og bara þessi lestarnar á Indlandi innan svín og holdsveiki sjúkling og svona okkur þurfið að fara heim á hossa stöðun saman og svolega bara að upplifa þetta allt saman og alls konar hluti góða og slæma Entist vináttu eitthvað Halldórs? Já, við vorum fínir við höfum líka vit á því stundum bara splittum við kannski aðeins upp, fórum í sikkert stað inn í einhverja daga og svona og til dæmis við fórum inn í Asíu við vorum búin að vera í Róm og ég tók einmitt klukkan 6 og aðfangadagskvöld fór Orient Express frá Feneyjum til Istanbul gegnum gömlu Júgóslavíu og allt þetta en þá var Dóri farin einhverju viku eða 10 dögum áður til Istanbul ég þurfti að bíða reyndar eftir einhverju peningasendingu frá Kaupmannahöfn en við gerðum þetta stundum og þetta, við vorum þetta lið alveg saman af Ég man eftir þér þegar ég var ungur og þú veit einhverjum árum eldri það sem álíka langt á milli mín og þín og gests þú veit enga glæsilegur ungur maður Hvað segir þú, var ég glæsilegur? Já, glæsilegur, fagur ungur maður og þú veist að tala að þú hefur verið einn að fáum strákum í stelpubekk og fór ekki stelpurnar illa með þig svona Stelpurnar illa með mig, ég held ekki ég hafa náttúrulega illa Ég segi það stundum að við þessi ljótu við njótu þess að stelpurnar spilla okkur ekki Fjallmyndalur sjálfur Já, ég hef nú eitthvað verið strýtt á þessu talaði fegurða föllun og svona Ég fann aldrei ég upplýði mig ekki þannig Mér fannst ég alltaf vera venjulegur það er nefnilega málið Ég held að ég hef verið spurður einhverjum svona hlutum áður og velti þessu fyrir mér Ég held að ég hef bara alveg frá því að ég var krakki alltaf fundist ég vera bara svona venjulegi ég var hvorki ljótur né fallegur það var heppilegt meðan alltaf þegar ég var strákur það voru alltaf einhverjir sætari strákur í bekknum og svo aðrir náttúrulega sem voru því miður ekki alveg svona heppnir með útlitið og mér fannst ég alltaf bara vera þessi venjulegi í miðjunni einhvern veginn miðjan og ég held það hafi verið ég var aldrei að upplifa mig sem eitthvað sérstaklega Þú hefur heyrt þetta áður, þú varst að segja áðan að þú hefur verið spurður á þessu áður. Já, það var svona verið En fóru stelpurnar sem ekki illa með þig? Nei, ég myndi nú ekki segja það, ég myndi frekar halda að ég hefði farið illa með þær. Svona í endurlitinu, þetta var náttúrulega allt bara gaman, það er svo það tekur mér náttúrulega langan tíma að fatta hluti og maður sér oft svona eftir á hvað maður að gera. Manni finnst mér allt vera rétt og fallegt og gott sem maður að gera, svo kannski þegar maður fer að skoða þetta eitthvað síðar þá kannski er maður ekki alveg satt hvernig maður hagaði sér Þú varst náttúrulega alin upp á tíma þar sem kallar voru ráðandi. Já. Og maður er alin upp fyrir því að fór að verða mjög gagnrýninn á þetta og menntaskólinn og þessi róttækni, maður svona alveg þannig að teoretist vissi þetta var allt vitlaust og til dæmis á Kaupmannahafnárunum þegar ég er þar úti þá þetta er ekki bara leikhúsið og Lablóki, það var ansi öflugt samfélag Íslendinga þarna, flóttamenn, allir samkynhneigðu strákarnir voru í Köben að flýja og þarna voru lagðar rætur, líka vinkonur okkar voru að leggja rætur í kvennahreyfingunni, Ingibjörg Sólrún var þarna og fleiri
vinkonur okkar stelpur sem síðan urðu kvennalistin og svona, þetta var óslega gerjun í Það var vel Kaupmannahöfn. alin af konum af þinni kynslóð. Já, og ég man ég með öllum í þessum stelpubekk þegar kvennafrídagurinn sko. Og svona þannig maður hefur svona alveg, já, maður reyndi að vera á vagninum, sko, og ég man, sko, með þess að ég var svo frústi, ég var komið með þegar ég kenndi Kaupmannahafnar, ég var allt í þennan ríðubika, ekki að þegar þú fyrir að tala þetta, sko, og ég byrja á því að þegar ég að byrja hérna í leiklistarskólanum í Kaupmannahöfn, eftir þessa innlandsferð og svona, ok, hvort ég fann mig að kom bara laska á tilbaka, svo ég byrja í leiklistarnámi og þá leigi ég hjá þeirri mætu konu Ingu Huld Hákonardóttur. Herbergi og þá hún að stúdera einmitt kvennasögu og eitthvað og við sátum stundum bara fjarri hlýju hjónasengur en áður hún gerði það þá var hún líka að skrá sögur verka kvenna og mjög feminist sjónarhorn. Og hún þarna, þetta bara 70 þá er hún bara í háskólanum, hún að stúdera þessi fræði og fór að gauka með svona bókum den maskúlína mystík, Eskil Hólm og eitthvað og ég man að þarna fer ég bara hreinlega í krísu yfir því að vera karlmaður. Og það var í Danmörku til mannebevegelsen og þetta var að tala um einn mjúka mann og allt þetta. Ég fari bara í einhverja svona algjörða sjálfstamning, eitthvað að reyna að endurskoða, mér fattaði að var að reyna, fattaru. Og ég eiginlega var bara fullur af einhverju skömm fyrir hönd forfeðra minna og bara sjálfsmís og eitthvað, bara, já, man, þetta var alveg krísa. Sem maður þurfti svona einhvern veginn að horfast í augu við. En það kallinn í töluverðri krísu að þurfa að endurskapa sig til þess að geta verið húsum hæfur í nýju samfélagi. Það bara þannig. Já. Mikil vinna. Enda það með því að þú grést á akrinum. Það getur verið partur af þessari springu, já. Þetta það leiti, sko. Kannski verið að gráta örlög mín að vera fæddur karlmaður. Þegar þú varst að tala um róm og þá varst að tala um heroín og dóp, hvernig það eyðilagði. Fór það illa með þig hérna áfengi og vímuefni? Illa? Hér ég. Já, lifir það af? Ég lifði þetta af og slapp en ég virkilega kom alveg við þar og það voru ár, svona þessi bóheimsk ár og tala oft mína bóhemíu, sko, hún hefði staðið þessi Kaupmannahafnarár fannst mér ekkert, sko, neyslan fannst mér þó þetta var maður í alls konar bjór var bara matvara og eitthvað, sko, en maður var svo mikið að gera á leikhúsið og kannski voru svo margir hérna í kringum maður sem voru svo miklu lengra gengnir og svona, maður þetta ekki vera neitt problem, sko. Sem urðu bara dópistar. Þessi ár, já, og allavega, mjög langt gengnir alkohólistar eða eitthvað, sko. En svona ég tala oft árin frá því ég kem inn heim 80 sko, til svona 85, það svona bóheimskan, mín bóheimska. Þau voru ansið skrautleg þau ár svona og þá ég ennþá ábyrgðarlaus, þar að segja ég ekkert barn, engin fjölskylda, bara þannig að ég gæti einhvern veginn réttlætt allt fyrir sjálfum mér að lifa bara svona viltu lífi sko, en ég var alltaf í leikhúsinu og mjög afkastað mikill á þessum árum, endalaust að leikstýra sýningum og svona, en yfirleitt endaði kvöldin alltaf eftir æfingar, það var á barnum og svona og það var næturlíf og mikið svona heimapartí á þessum árum, svona farið eftir að bara loka einhver hús og það var svo stemma, sko. Súpa eitthvað og svona, já. Ég man alveg eftir til hans rútínu vetri hvað ég var alltaf að vinna sko upp í MH og svo niður í Tjarnarbíó með einhverja sýningu sko. Það var oft að klára vinnuna, sko, það var mikið kvöld og síðdegisvinna sko. Kannski það var alltaf svona miðað við að ná að vera komin út úr húsi sko fyrir til þess að ná einu drikkinu óðali eða eitthvað sem var eini staðurinn. Stúdentakjallarinn okkar, þetta var náttúrulega mjög fátæklegt landslag sko. Og þá leit ég alltaf á það sko, seldi sjálfur mér, þetta er bara félagslíf. Ég náttúrulega auðmikið ég bý einn, ég er vakna á mótnum og svo er ég bara alltaf að vinna. Svo þegar ég er búinn í vinnunni, þá er allir farnir að sofa. Þannig ég þarf að lifa ykkur félagslífi. Ég tengdi þetta bara við það. Og þá fór maður á barinn og hekk svo hitt eitthvað fólk. Og það ég vildi enda við að það var farið eitthvað. Það var alltaf einhverjir náttúrufnar sem héldu áfram þá einhvers staðar. Þarna mikið til í Kvosinni, Fjólkbúð þar og þannig að þetta og svo voru helgarnar og þetta var svona, já þetta var svolítið villtur tími þessi ár hjá mér og hérna, en svo eignast ég nú mitt fyrsta barn þarna 84. Það var svona kannski svolítið svona wake up call, fyrsta svona. Þá er þetta ekki við hæfi. Þá er þetta ekki við hæfi og einhvern veginn þurfti maður að breyta en það ég svo svona ekkert að stoppa alveg þá en ég hætti þá og það er nú vandinn við við þetta að þegar fólk þegar
þegar getur hætt þá það er vandið þegar það hættir ekki sko. Þegar vill ekki drekka en drekkur samt sko. Það er ekki fyrir en þá sem þetta verður svona alvarlegur vandi. Jú. Fyrir manni. Já. En þarna sem sagt var búið að vera ansi skrautlegt partí og mikið þannig í þessi ár og svo kemur þessi stað upp og ég fatt að ég verð bara að hætta eða þú veist þetta er orðið gott. Og því ég hafði þróskað, ég hafði auðvitað verið að fá skilabúður öllum áttum, þetta væri nú ekki alveg nógu góðu lífstíl og varði mig alveg farið mér rauðan döðan því ég sá þetta ekkert þannig, maður var ungur, þetta var ekkert endilega að fara að býta svo rosalega sko, en auðvitað voru frákvörf og læti og maður vissi alveg þetta var ekki rétt að málið sko, en ég sagði alltaf sko, ég fer sko ekki í þessa heila þvottastöðu auðvaldsins fyrir þetta dauður niður. Ég einhvern veginn sá þetta allt fyrir mér, þessi aðstoð sem var í boði, þetta væri allt bara eitthvað að verða, þetta gengi út af það að þvinga mann inn í eitthvað borgaralegt samfélag og þetta verði alltaf smáborgaralegt og asnalegt og eitthvað slið sko, en ég átt þetta nú onni mig og en þarna, þegar svona ég fór að breyta þessum lífstíl svona kjölfæri þess að fara að eignast börn og svona. En fyrsta dóttir mín sem er frábær fædd 84 sko að það var sko við byggum aldrei saman ég og mamma hennar þetta var svona sem eins og gerist í þá daga svona þetta var nú eiginlega bara svona one night stand og eiginlega kynnumst bara þetta er svona aftur og bak sko maður byrjar að búið til barn og svo fer maður einhvern veginn að kynnast og þannig að Og reyndur að búa með mömmunni? Nei, reyndur það ekki einu sinni. En sinntur í barninu? Já, eftir bestu getu en sko þó ég hafi verið að reynda taka þessu þá ég reyndi það svona eftir alveg bestu getu og það var alveg ágætt sko, hún kom og var hjá mér ég fór nú vestur úr Ísafirði eitthvað að vinna og þar var hún hjá mér bara barnung sko einhvern tíma og svo var ég svona helgarpabbi þegar hún var mamma hennar bjó nú svolítið í Svíþjóð með henni en þetta var svona back and forth og eftir því sem árin hafa liðið hefur hún verið meira með okkur sko og En maður þekkir svona menn af þínum aldri og með mínum aldri sem að eiga börn sem hafa lítið svind sem kannski tilir frekar kynslóð foreldra okkar En það var ekki þessu tilfelli ég sittir svona svo gatt og hún var oft mikið hjá með bæðum helgar og var oft svona lengri tíma því að við vorum bæði svolítið á farhandsvæti foreldrarnir og það spilaðist og svo fór hún að verða mjög mikið hjá okkur þegar hún er komin sko unglingsárin þá var ég nú reyndar að fluttu og þá var ég búin að stofna nýja fjölskyldu og búin að eignast 2 börn svona inn í það var svona í fjölskyldumunstrinu sko og mist fór þá mikið að yngri systkinin sín og þau eru alveg perluvinur öll í dag sko og byggum í Englandi þá kom hún oft og var bara hjá okkur svona dvaldi þar á sumrin og svona var lengi hjá okkur lengri tíma og fór það og í dag eru þessi systkini öll alveg perluvinir og þú ert ennþá börn? Já, ég var ennþá börn, ég var nóga börn Hvað er yngsta barnið? Yngstu eru tvíburasystur sem eru eru nýorðnar 14 ára Þetta afmæli bara núna Þannig þú ert ennþá 4 ár eftir að eiga barn Það hefur verið 18 Það verið 2029 Já, þær eru yngstar sem 2 og svo er bróðir þeirra 16 ára, albróðir sko, hann er líka ennþá heima, hann er að byrja í menntaskóla. En ég á miklu barnaláni að fagna getið settir sko, mér finnst nú oft svona, ef maður tala um hvað skiptir máli í lífinu, maður endar að tala um þetta leikhús og alltaf þessi sköpun og allt, það verður óskup léttvægt með bara þessi börn sko. Og það er nú það sem skiptir máli sko. Það er eins og erfiður að tala um það, því það er svona á einkanlegu sviði. Að við eigum leikhúsið sameiginlegt við eigum ekki börnin þín sameiginlegt þó að við ættum kannski að tala meira um það þannig að þetta væri allt saman börnin okkar og samfélagi bæði ábyrgð á því að hlúa börnunum okkar sem að maður hefur þessa tilfinningu ég menna mér finnst það eru bara börnin mín sem er að drepa nýr á Gaza ég græt stundum bara yfir því skilur þótt að sé ekki mín blóðbörn en bara börnin okkar En Rúnar, þú er líka verið að kenna mikið En þú ert fyrst og fremst listamaður? Jú, og ég einhvern veginn sko get alveg tengt þetta. Mér finnst ákveðin list að vera að kenna leiklist til dæmis. Og að því við erum búin að tala svolítið mikið um þessar aðferðir sem ég elst upp við og allt það sem er svona mikið þessi þjálfun og svona með nemendum að er að leggja inn og þjálfa, kenna þeim svona aðferðir og oft verður sko, oft svona leiklistar námskeið enda oft í einhvers konar sýningu eða það sem maður getur verið að vinna hluti. Þannig að mér finnst þetta einhvern veginn alveg nátengt sko. Og finnst gaman að kenna þess að ef ég ennst í því sko. Þetta er þetta er láglaunastarf og sérst að vinna á háskóla stíði sko
Þannig að maður þarf alltaf að vinna svolítið mikið. Til að eiga fyrir salt í grötin. Já. Þú ferð ekki á net lengur. Hvað segirðu? Þú ferð ekki á net? Nei, það er liðin tíð að ég hendi mér á í svoleiði sko, en hérna, þú ert listamaður, en þú þarft leikhús. Það væri nú auðveldra að vera bara ljóðaskáld, þá getur þú bara gert þetta einn heima. Já, gert þetta einn heima. Ég kannski reyndi það eitthvað, það var kannski þegar ég földi þetta vestur á Ísafjörð og svona, já, kannski var með drauminum að fara að skrifa eitthvað, en ég veit ekki, ég er bara það mikil félagsver að þetta listform henta mér ágætlega, samvinnu listform, kennslan og miðlunin og þarna hef ég fundið mig eitthvað og ég náttúrulega sem stundum sko, ég fattaði það ekki, einhver benti mér á að þú ert leikskáld. Nei, ég voru tvisvar tilnefndur Grímuna sem leikskáld ársins, þá fór ég að klóra mér í hausnum, já, en þetta er ekki þannig að ég setjast niður og skrifa inn í einhverjum fílabistund, ég er að þróa þetta með félögum mínum og það er kannski ég sem á svona lokar að raða saman textanum og eitthvað, en þetta verður allt til í samvinnu sko, þróun og samvinna og hérna, já, maður þarf fólk, leikhús segir jú, eitthvað rými helst á stað og það, já, þetta er svolítið náttúrulega. Það getur ekki alltaf verið að gera sýningar sko. Já, þetta er vesen. Þú ættir að vera framkvæmdastjóri í leiðinni, sem er hundleiðilegt. Já, ég hef verið það sko, Lab Logi núna, hann er stofnað 92, núna 33-34 ár sko, sem hefur svona verið það sem ég vil helst vera að gera, skilurðu. Kennslan, auðvitað, ég vil alveg vera að gera hana, hún er svona einhvern veginn undir, svona fjárhagslega undir staða líka. En það er ekkert á vísun að róa, maður bara lifir með því, núna fer ég beint hérna úr stúdíu heima að skrifa umsókn. Það kemur út í janúar hvort eitthvað kom út úr því sko og þá bara enn eitt ári viðbót þar sem maður þurfa að halda þessu höndum. Og þú misti vinnuna þegar kvikmyndaskólinn fór á hausinn? Já, það kom bara eins og lýtingur. Jú, það var það sjokk. Búin að vera minn helsti starfsvettvangur undanfarin ár og kunna bara vel við því og Var þetta merkileg stofnun? Já, þetta er stórmerkileg stofnun skal ég segja. En hún er eiginlega ónýtt. Já, það er verið að endurreisa hana. En ekki raunverulega því að skóli er einhver leyti, ég veit það ekki, skóli er samfélag og við skulum bara sjá hvað kemur út úr þessu sjá nýjum rekstraraðilum sko, en gamli er, þetta var það var sko, ég veit að það var eitthvað. Fannst þér verið að fórna svona léttvægt að engi kæmi og myndi reyna að viðhalda kvikmyndaskólanum eins og hann var svona sem... Já, það fannst manni með þetta var að gera sko, við gerðum náttúrulega allt þess að reyna að bjarga þessu, að hérna ég var búinn að vera þarna í þó nokkuð mörg ár og vann svolítið mikið, sko, ég kendi mjög mikið og var sem þetta var svona minn aðal vinnustaður. Ég hafði verið að náður alltaf á báðum stöðum Listaháskólanum og þarna og ég var farin að vera meira þarna, sko, í ýmsum ástöðum. Og sem sagt, ég held sko það var þessi skóli, það var eitthvað svona stigma yfir þessu, eitthvað svona, alltaf eitthvað, ekki gott orðspor sem fylgdi honum, það var eitthvað vesen í gangi, það tengist rekstrinum held ég. Það var alltaf vesen með hennar rekstur og þar með voru rekstraraðilar kannski svolítið svona ekki mikið að flíka sko, mér fannst oft, ég var oft að spurja líka sko, akkur ekki bara meira PR í gangi, þetta er frábæri hlutir að gerast hérna. Framleitt rosalega mikið af bíómyndum, útskriftunum að gera sína myndir og það er hvergi framleitt meira bíó heldur en þarna og margt af þess er bara fínt, þetta er misjafnsöður í mörgu fé og það er bara margt sem er að gerast þannig innan dyra. Ég hef alveg samanburð þáttur, ég hef kennt mikið í Listaháskólanum og við háskóla í Bretlandi og telum við svona alveg þekkja. Sko gæðin þarna voru bara, þetta var bara fínt sem var að gerast þarna. Námskrátnar, kennararnir, starfsfólkið, fínir hlutir að gerast en alltaf eitthvað ólag með reksturinn sem síðan fór bara í gjaldþrot. Og það kom svolítið bara svona í bakið á okkur sko, þetta var þetta slæmt sko og er búið að vera það litað svolítið bara þetta síðasta ár hjá mér sko verð bara, því að við brugðumst náttúrulega við með því að sko við vissum þetta ekki, það hefði ekki komið laun hann í 2 mánuði sko, febrúar, mars, þetta hafði gerst áður, eitthvað stíplur í kerfinu, peningandi koma og maður svona liði góði trú að þetta kæmi á endanum, svo bara kom allt inn upp þessi tíðindi og það er bara gjaldþrot og þá erum við einhvern veginn úti í miðri á og okkur dætti ekki hjá bara lapp út, við erum að nemendur okkar, við verðum bara að halda þess að það var að klára þetta, það var að klára önnina, að klára útskrifa þessar nemendur, þannig að við svona einhvern veginn hjóluðum í það. Í góðri trú að ykkur bæri ábyrgð, það var alltaf, skýringi var svo að það væri eyrnamerkt fé þarna inn í ráðuneytunum sko, sem maður vildi ekki afhenda út af einhverju og sjaldan veldur 1 og 2 deila og ég nenni ekkert inn í þau málu öll sko, en við sem í góðri trú héldum að það hlyti ykkur að, þá allavega ríkið ykkur að greiða okkur launin fyrir að klára þessa önn. En svo gerðust bara hlutir mjög hratt sko, þá komu hugmyndir og ráðuneytur og hendur sinni í tækniskóla, rafmennt, stígur þarna inn, þetta var Úlfur rússíbanni, gerist allt of hratt og maður bara að bregðast við ykkurju en heldur alltaf áfram og klára, okkur tókst að klára það markmið allan, að klára önnina, útskrifa nemendur,
í góðri trú og svo kom á daginn að svo góða trú var kannski reist á sandi svolítið því að ég tapaði náttúrulega fullt af pening á þessu sko, lítið laun þetta ár. En Rafmenn tók þetta yfir og eftir að þeir tók yfir þá kenndi ég til þess eitt námskeið í maí og þeir náttúrulega borguðu mig fyrir það. Og þeir svona aðeins greiddu ykkur prósentur af en þetta voru allt verktakalaun og það er ekkert hægt að sækja þetta aftur þetta fé. Þannig að svona prívat og persónulega fer ég frekar illa út úr þessu öllu saman. En ég er nú bara bjartsýnn maður, þú veist, þetta er lífið heldur áfram að finna sér eitthvað annað, aðra farvegi. Ég er núna aðeins að kenna í sko þessum nýendurista undir Rafmenn og er svona bara að skoða hvað þeir eru að gera. Þetta eru svolítið breyttar áherslur og hérna strax bara miklu minni kennsla, en það er Þetta er ekki sami skólinn sem að þú ert að lýsa áðan sem að sýndi árangur því að þú ert annars vegar með rekstur og svo ertu með skólann sjálfan og það reksturinn er ekki dómur á hvernig skólinn er. Nei, það ég vil meina bara innra lífið það sem gerist inn í Við vorum okkar inn að fjalla þetta og ég alltaf trúum að ykkur myndi sko bjarga skólanum sem bara svona kultúrísku fyrirbrigði. Já, sko, vissuleyti eru þeir kannski að gera það hjá Rafmenn, það er ekki alveg komið í ljós hvað þeir eru að gera, finnst mér sko. Þeir sögðu það allavega, þannig komið stíguður inn í þetta, þeir ætluðu bara að taka skólann eins og hann kemur fyrir, með öllum sínum deildum og kennsluskrám og jafnvel starfsfólki og eitthvað og það er svona yfirlýstur vilji þeirra en ég sé ekki alveg hvað þeir eru að gera núna, ég ætla bara að gefa þessu séns og ætla ekki að fara að fella einhverja dóma fyrir en ég sé hvað gerist sko en það eru strax orðnar breytingar og sumar sem ég finnst bara til góðu sem til dæmis að þeir alltaf taka inn bara einu svona ári, það var alltaf tekið inn 2 sinni á ári en maður finnur fyrir því til hans núna vegna þess að það voru alltaf 4 annir í skólanum þess vegna var ég að kenna svona mikið, það voru 4 annir og ég kenndi öllum önnum. Núna eru bara 2 skilurðu, það er bara 1. og 3. og önnur og 4. fattur að því að tekið inn einu svona ári. Þannig að það er svona ýmsar breytingar sem maður finnur fyrir en þeir svona sjá bara hvað ég gera. Þetta er bara byrjun, þetta var bara byrjað að opnað í haust sko og heitir ennþá kvikmyndaskólinn og það eru gömlu námskrárnar sem við verðum að vinna eftir en svona svolítið verða að laga áherslur og breyta og bara ég fylgist bara með og sé hvert þetta fer sko. Kemur eitthvað út úr þessu. Það heitir ennþá kvikmyndaskóli Íslands, nafnið er þarna. En það eru margir ósáttir og ég veit að fyrir eigendur og stjórnendur og fylgjum eru það. Og gamli sessunendur þinn hérna Friðrik, hann er ekki sáttur. Nei, hann er alls ekki sáttur og bara láið þeim hver sem vill. Það er náttúrulega, maður er heldur ekkert endilega sáttur sjálfur og ósáttur þetta skildi hafa farið svona en hérna já, en þetta fór svona og það eru, ég skipti mér aldrei neitt á þessum rekstri og veit ekki og ég er ekkert að það er endalaust hægt að fara í skotgrafir og ásaka þennan og hinn og kenna öllum öðrum og ég bara, hvað það fara ekkert þangað sko, ég svona dregu upp mína mynd að þessu og frekar að reyna að halda þessu einhvern veginn áfram sko og það er, skólinn er til og ég var nefnt að kenna í gær, bara nefndum frá því fyrir það og við vorum gaman að koma að hitta þau aftur og þetta er bara svona aðeins nýtt, við erum á nýjum stað og bara ný orka og annað og bara að gefa því séns sko. Herra Rúnar, ég ætla þeir bara heim að skrifa umsóknir. Er það gaman að fá þig að spjalla leikhúsið, pínulítið þig, mestu leikhúsið? Já. Er þetta eitthvað svona, ætlar að segja eitthvað lokum? Nei, ég var bara að velta hvað erum búin að sitja hérna lengi, þetta er ofsalega langur tími, bara tíminn flaug. Kemur það óvart hvað þetta er langur tími? Nei, það er einlega bara þetta búið, þess vegna leit ég á klukkuna því að þú vart eitthvað að tala með, við tölum kannski 2 tíma eitthvað, við erum búin að tala miklu meira en það held ég. Því mér bara líða hratt, ég held að klukkan væri bara, ég held að klukkutíma eftir eða eitthvað. Það verður rétt að byrja. Gestirnir segja þetta yfirleitt sko, það er mjög hissa hvað þetta er langt. Og margir segja bara að ég hef ekki trú á nokkur hlustið á þetta. Nei. En það er það furðulega að fólk hlustar á þetta. Já, ég hlusta mikið á samstöðuna sko, mér finnst hérna svona slow radio mjög fínt, slow TV, þar sem fólk veit tíma og spjallar sko. Herðu Rúnar, takk fyrir að koma. Jú. Bara þakka þér. Og ég þakka Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og Nikku þakka ég fyrir sem hafi verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar Rúnars í fjölmiðlun. Framundan er helgardagskráin, það er úrval vikunar hérna í eftirmiddaginn á laugardegi, svo á morgun í hádeginu klukkan 12:40 þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Sjáumst þá, en njótið helgarinnar. Segðu það á Samstöðinni.